bara það að lappin í lest í London og þú sérð mann sem, hann kannski eins jakka á þú, en hann að lesa, þú veist, Mein Kampf. Bara það að sjá þennan mann lesa Mein Kampf, lætuðu hugsa, en þessi maður eins og ég. Kannski er hann að skrifa, þú veist, bara það að fá svona að velta vöngum yfir öðrum og verið návíg við þá, það gerir þig minna dómharða. Gísli Marteinn kom hjólaðingað inn sem hægri maður og var lamin í spað og hjólað út sem vinstri maður, skilur við hérna. Hann lenti í hakkavél fyrir þetta dæmi. Miðflokksmaðurinn sem eitthvað það, RÚV, núna að hvetja til hryðjuverka. Hérna. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson. Áður nú byrjar að hlusta eða horfa á þennan þátt. Þá ég með skilaboð sérstaklega til þeirra sem eru að horfa. SD-kortið eyðilagðist hjá Halldóri Armand, það að segja svo kamera sem beindist að honum. Og ég gat ekki laga það. Ég hugsaði hvort ég ætti þá bara að gefa út hljóðið, en ég ákvað bara að hafa þá Dóra DNA bara í mynd. Þetta kemur kannski ágætlega út fyrir mig og Dóra DNA út af því að Halldór Armand töluvert myndarlegur en við báðir, þannig að einhverju leiti þá þetta á láni og óláni. Nei, ég segi svona, en hérna þetta sagt óhapp kom upp og það var bara ekkert við því að gera, þannig að ég þurfti bara að taka það ákvörðun og Halldór, eða Dóri DNA sem sagt, sem sagt allan tíman í mynd þegar að Halldór Armand að tala. En já, við sem sagt tölum af hverju hlutin að versna, hvort að Ísland sé opið fangelsi, af hverju wokeið kristið, af hverju vinstrið elskar ekki lengur frið, af hverju við klæðum okkur upp fyrir djammið, við erum hægt að leita svörum í listum, símanotkun barna og margt fleira. En já, það svo sem ekkert fleira. Ef þú vilt sjá hana þátt án auglýsinga og undan öllum öðrum, það að segja, eða á sama tíma á vinirnir sem eru augljóslega orðnir áskrifendur, þá ferðu inn á partus.is/einpæling og færð þáttinn fyrr og án auglýsinga. Þannig ef þið mislíkar við auglýsingar og ef þú vilt vera með á nótunum í rauntíma, þá ferðu inn á partus.is/einpæling og gerist þar áskrifendi og aðstoðar mig við að búa til þetta efni handa þér. En fleira var það ekki. Halldór Armand og Dóri DNA í frábærum þátti að mínu mati, en því svo sem dæmi það bara sjálf. Góða skemmtun. Nei, svona að því sem ég kynst í íþróttahreyfingunni þá svona bara handboltahreyfingin, þetta svo mikið mitt fólk, sko. Vist, ég alltaf eins og eitthvað svona, eins og ég ekki heima þarna á fótboltamótum og gaurarnir í síðúlpunum og með smellibrettinn og okkur foreldrar með nesti og ég bara, hvað ekki að þú pitsu, eitthvað. En erum við samt ekki bara góði í handbolta út af því engin annar nennir að vera góður í handbolta? Sko, ég hef búið í Þýskalandi og handbolti mjög sýnilegur þar. Hvað fannst þér þessa smæð sem ég skynjaði daginn á Twitter yfir því að nýr formaður KKÍ var eitthvað? Veistu það, ég hefði verið bara eitthvað dút. Það þarf að flytja inn útlendinga í bílförmum til að hægt sé að spila þessi íþrótt á boðlegu leveli í alvöru og þú ert að tala industrótulöp. Bara í fyrsta lagi, ég held að industrótulöp sé örugglega bara mjög vinsæl íþrótt að búa hefi margir þarna, sko. En nei, þú veist, það er svo merkilegt, það sama hvað allir virðast verða, að núna þegar víglínunar að breytast, þá virðist líka þessi tendens fólk til að vera sár yfir öllu, hann bara færist yfir einhver aðra hópa, turns out að þetta var bara mannlegt allan tíma. Svo ég kynni ykkur nú til leiks, ég með Halldór Armand og Dóra DNA. Ég var sko á Tenerife að menningaferð að hugsa sko hvaða tvo menn ég geti fengið sem varum með geggja chemistry og þið voru þar efst á blaði. Við vorum alltaf saman í menntaskóla. Gáfaðasti maður á landinu og skemmtilegasti maður á landinu og ég ætla ekki að segja hvort hvað. Ég veit allan að nei, en við erum sko, við erum meinhorn, sko. Við erum með okkar eigin meinhorn svona SMS, svona við erum alveg lastu þetta helvíti okkar sem þarf að uppræta alveg af og til af því að þetta svona samskipti sem við viljum ekki að finnist á okkur látnum, sko. Nei, ég einmitt hugsaði mikið þetta, sko, því að það að verða svo miklar breytingar í samfélaginu sem við vorum aðeins að koma inn á. Allir eru móðgæðir, það er búið. Ég ekki á því. Og það hvarf. Mér finnst bara mér finnst bara fólk ennþá vera móðgast bara hinum yfir borðið núna einhvern veginn. Mér finnst bara svona, þú veist, þessi Tesla-dæmi og miðflokksmaðurinn sem eitthvað það RÚV
eru núna að hvetja til hryðjuverka hérna, þú bara sérði þetta ekki, þú veist, ég fullir því, ég hef eitthvað svona nokkra sentimetra meir í yfirsýn í það og þetta er spaugilegt hvað þetta færist á milli, sko, að hérna, og bara, ég skal bara segja þetta, ég var að rífast við vin minn daginn, þetta það vilja banna að drekka bjór á fótboltaleikjum að því að fótbolti er eitthvað skonar heilsuviðburður eða þetta er nákvæmlega það sama og að setja inn kynlaus klósett í háskóla. Þetta er bara 100% það sama, sko. Þetta er bara, ég er með uppskrift að heilbrigðu samfélagi, ég ætla að tróða hann í góðgjöður og svo máttu bara velja hvorum megin þú ert þannig og það er það besta við þessa breyttu tíma að það eru allir smá að skýta í píkuna sér, skilur, það eru allir smá að já, ok, ég kannski ég og mínar skoðanir eru meira flúið fyrirbæri en ég held, einhvern veginn, ég held að þessu margir upplega það og það er óslega gott. Já, ég er bara nokkuð sammála, ég fer alltaf í göngutúra á sunnudögum með pabba mínum og föðurbróðum mínum og við erum oft svona, ég hef lengi sagt þið þá, þú veist, bíðið bara þangað til að þetta vókdæmi snýst, sko, og svona hægrið fær boltan í menningarstríðinu, sko, þú veist, það verður verra, þú veist, það mun fyrr fara út í rugl, sko. Og sem ég held að sé lúmst rétt, sko, að því, þú veist, maður sérðu bara Twitter, skilur, þú veist, það er alveg svona, grínstandinn eru byrjað, bara gætu við fengið vinstrilögun aftur að polísa þetta, þú veist, þetta eru bara morð og fólk að verða eitthvað steikt af rafmagni og klám, skilur einhvern veginn. Þetta var líka bara, þú veist, Trump er kjörinn og það er eitthvað smá svona kannski vókabúið og það bara 10 mínútum setna, skilur við, bara komin bara hakakrossinn og bara, þú veist, bara allstar, skilur við. Já, en við sjáum náttúrulega hvað menningin er á mikilli hraðferð núna og hvað nútíma tækni, þú veist, það er svo allt sé að fara í gegnum eitthvað svona ormagang, þú veist, að við sjáum 10 ára menningarstríði gerast á 10 vikum einhvern veginn, því að hlutinni gerast svo hratt. Þú veist, ég bara minna ykkur á það að þú veist, Trump lét AI gera myndir af Gaza sem eitthvað svona sumarleyfis paradís. Hann og Netanyahu eitthvað bara, eins og það væri bara, þú veist, Dubai Gaza Lago eða eitthvað, sko. Og og svona, og maður er hérna einhvern veginn, bara svona nokkurn veginn á móti stríði, svona heilt yfir og tjáningu. Ég svona, já, er þetta endurinn á þessu? Er þetta endar þetta í alveg svona? Þeir alltaf bara byggja ykkur hótel og það er bara einhvern veginn allt orðið, þú veist, allt er aðeins minni tilgang. En já, ég held að hluti sé að versna, jafnt og þétt líka, sko. Þú veist, já, að því ég held að við hverja einustu krísu, ég held við séum ekki í því að það komi alltaf leiðtogi og leið okkur út úr þessari krísu. Ég held við séum alltaf, sko, við erum leiðtogalaus núna svolítið, kannski er það þessari auka upplýsing sem er núna að það er óslega erfitt að heyra skýra rödd og skýra stefnu og ég held að Kristján Frostadóttir er ekki þinn leiðtogi? Svona andlegi leiðtogi? Ég er ekki samfélgingamaður, ég er alþýðubandalagsmaður, ég raun og veru hérna ennþá, sko, en Kaustu þið sósíalista? Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Nei, ég kaus hægri sósíalistana, sko, Viðreisn. Mér fannst bara svona mínu litla atkvæði best, þú veist, ég hafði minnstar áhyggjur af því þá allavega, og svo finnst manni helling þú veist, en er þessi ríkisstjórn búin að starfa í 2 vikur eða eitthvað? Mér finnst þess að Þess að búið að líða eins og 3 ár, sko, og einn farin. Og svo en það sem ég bara segja að ég sé það bara strax á Twitter að menn sem voru kannski þóttu ekki málsmetandi fyrir einhver ekki síðan er allt í einu fannir að hafa svör og það er sagt, sko, hérna er maður sem tandur hérna og það er að hlusta á hana mann og alveg mann í pólitík og ég vil ekki nefna nöfn en ég get sagt þér að koma svo 100 nöfn til greina
sumir af þessum mönnum maður bara þekkir þá persónlega og maður hugsa bara þetta eru rappar og glæpamenn í mörgum tilfellum og sem ljúga og stela og þess vegna segi ég bara svona þú veist, þessi falsbámenn bara einfalda úr biblíunni, þú veist, þeir komast að alltaf í þessum krísum og upplýsingin að gera okkur óslega erfitt fyrir að greina á milli hérna því miður, eins og hann átt að gera okkur skýrt að sjá hver alveg og hver fake og það held ég sem sé svo í gangi. Ég held að við munum sjá alveg bara í ríkisstjórn bara svona lið sem maður bara svona fuck, bara, það búið að láta mann fá völd, skilur þú veist, að við erum á Íslandi, þetta náttúrulega persónulega level líka, skilur hérna, eitt dæmi maður svo Stefán Einar sem ég var alls ekki að tala í þessu tilfelli en minna Stefán Einar búin að vera rödd síðan við vorum í menntaskóla hann hefur haft nákvæmlega sömu rödd og sem hefur verið svona, kannski svona íhaldsöm gagnrýnin rödd frá hægri svona og hann hvöss, já, hann hefur aldrei breytt þessa rödd en þessi rödd virðist eiga svona súper erindi í dag, hann hefur ekkert gefið í eða dregið úr eða neitt, hann nákvæmlega svo sami Stefán og ég heyrði af í Verslunarskólanum þegar ég var í MH og það finnst mér áhugavert að hérna og ég meina hann sannur, þú getur alveg sagt það Stefán Einar að hann ekki populisti, hann eldir ekkert sem hann hefur ekki bara, sem hann trúir ekki á kannski það sem fólki finnst svona fallegt við hann, ég veit ekki á þessum tímum, en ég bara segja það, ég held að hluti sé að versla að því að við erum að þú veist, það bara hefur engin ég veit ekki, það bara bara hlutir versna gradually aðeins alltaf. Já, ég og þú ræddum hérna einmitt sko list og stjórnmál og hvernig þetta væri svona breytast og hvernig listamannalaun hefðu svolítið, hvað var að segja, gert einhvern veginn allt listamannalífu svolítið að einhverju vanilla fyrirbæri þar sem að það á einhvern veginn að vera rosalega einstrengislegt en alltaf einhvern veginn talaði eins og þetta sé rosalega fjölbreytt og eitthvað og ég einmitt var alltaf verið að tala hérna pendullin þarf að tókast aðeins lengra svo við komst einhvern veginn á betri stað en ég hugsa alltaf bara, sko pendull þannig fyrirbæri eftir því sem þú tókar lengra í eina áttina því lengra fer hann í hinn áttina og það nákvæmlega sem ég til að sé búið að gerast og allar svona réttindabaráttur hafa einhvern veginn að mínum mati veðja svolítið að rangan hest í því að vera einhvern veginn að tala gegn því að tjáningafrelsi eigi að vera til staðar og listir eigi að vera rosalega einskorðar við það að sé verið að ýta einhverju ákveðnu narratíf alltaf fram en núna erum við að sjá bara þetta mitt bara kúvendast og svolítið bara, þú veist, hvað langt séð við nokkri mánuði sem við töluðum saman samt einhvern veginn ógeðslega mikið búið að breytast. Já, gríðarlega mikið. Sko sem ég er svo mikið að pæla í þessa dagana einhvern veginn að ef svona ef vinstrið var með einhvern veginn boltan í einhverju menningastriði frá svona, ég veit ekki, hvað ég segja, 2010 eða eitthvað og það sé núna búið að breytast og þetta sé svolítið komið yfir til hægri sinns þá mér finnst mjög áhugavert að sjá hvaða gildi munu ráða ríkjum af því að vókið var fyrir mér svo ofboðslega svona prótókristið sko, þetta dæmi að liggja andvaka á nóttunni yfir því að eitthvað fólk bara í fjarlægum heimsálum hafi það skítt sko og þú þurfir einhvern veginn eiginlega að fórna sjálfum þér fyrir það. Þetta náttúrulega svona gríðalega kristin hugsun fyrir mér og ég held að og bara allt sem viðkemur umhverfismálum svona djúbiblíulegt heimurinn að farast og það þér að kenna það villan í hjartaðinu sem að þú þarf að breyta til betri vegar og þá bjargar á heiminum og syndaflaus með því að flokka og svona. Þess vegna held ég líka sko að af alltaf þessu bók sem var mjög vinsæl og í svona Bronze Age mindset eftir Bronze Age pervert, þið kannast þið þessa bók já, að þú veist, hún mjög mikið að svona gaggrina kristið siðferði og þessi áhersla núna hjá hægrinu á Nietzsche sem hefur verið síðustu ár einhvers konar herra siðferði þú veist, og vera á móti aumingja gæsku og svo framvegis og jafnvel yfir í svona bronsaldar hetju siðferði mér sýnist eins og við séum svolítið á leiðinni þangað yfir í svona hinn sterka mann sem gerir það sem honum sýnist og það held ég að sé bara beint svar við þessari undirliggjandi kristni sem hefur verið í vókinu síðustu 10-15 árin og mér fannst áhört, ég hitt daginn einn af svona, hvað var að segja, einn af leiðtogum þessar nýja hægris, skulum við segja, á Íslandi sem einmitt sagði þetta, já veistu, ég
Ég hef búin að gleypa svo margar pillur síðustu árin og nýjasta pillan bara, ég held bara, þú veist, svona kristin gildi, ég veit ekki, þú veist, ég held að við séum kannski frekar að skoða eitthvað svona landnámsgildi einhver, sko, að það sé okkar siðferði. Ég var bara, já, nákvæmlega, þetta dialektikinn milli, þú veist, einhver svona kristina gilda og einhvers svona sem ég held bara að vera mjög forvitnilegt að sjá hvað kemur út úr því. En mér sýnist líka, þú veist, Ameríka svolítið verið núna að þetta sé svona nýja stemningin í stjórnmálum, að það er bara svona, bara vald hins sterka er bara algjörlega komið fram, sko. En það er svo fyndið að sko við erum einhvern veginn að taka ykkur á leikreiningu hérna, þú veist, eins og þú veist, þetta er líka svona, við viljum ekki læra neitt af mannkynssögunni, þú veist, þetta það að við ættum öll að hittast eitthvað þar á miðjunni, þú veist, það var að því að við, þú veist, hvaða öfgar, vinstri öfgar munu taka við að þessu dæmi, skilur eru það átt ykkur á, þú veist, það fattar enginn eitthvað svona, herrið, við ættum kannski bara að fara rólega í hérna mótgjöfina núna, sko, einhvern veginn, af því við vitum að þetta sveiflast, þú veist, ég óttast bara hvaða vitleysa er næst, sko, einhvern veginn, af því að, þú veist, þetta, svona sem stemning núna, hún hendar mér ágætlega, sko. Þú veist, hérna, þetta það að vera einhvern veginn, þú veist, á ákveðnum tímum upplifir mig sem letingja en á þessum 9 tímum er ég entrepreneur, við sko að tala ég er bara sjálfstæður maður, ég bjóta til sjálfur hérna, þú veist, self-made skilur, enginn getur appast upp á mig og þú veist, ég kamiljóna þetta dæmi bara, skilur hérna, þú veist, einhvern veginn Er auðveldur að vera listamaður í dag? Þið eru báðir listamenn. Sko, umræðan finnst mér bara, minnst bara ekkert tengjast hérna starfi listamannsins núna, þú veist, hérna, það sem er erfitt við að vera listamaður núna eru hvað miðlarnir eru þreyttir og hvað lesandinn eða áhorandinn er einhvern veginn trublaður og klofinn og hvað, hérna, er erfitt að heyra sína eigin rödd einhvern veginn á fuglabjörgi nútímans. Það er það sem ég finnst vera erfitt að vera listamaður núna. En þú veist, ég veit ekki, ég meina, taktu svo eins og sjálfstætt fólk sem, þú veist, ég veit ekki, ætti að vera notuð af, allavega í tíðaranda dagsins ætti svona Evrópusambandssinnar að vera að nota hana, einhvern veginn, í sínum gjörningi. Samt hefur hún fyrst og fremst fengið einhvern veginn svona, frá þessu íslenska hægri, einhvern veginn svona pepp, skilju, hann er að segja bara, list, túlkar hann er svo vilt, hérna, og í þinni hendisemi, en ég held að þeir listamenn, þú veist, oft finnst mér bara, svo list sem á að vera pólitísk vera hvað minnst pólitísk einhvern veginn, allt sem er eins á litin, það hverfur fyrir mér, það er ekki fyrir maður hérna, þú veist, hið listræna touch er einmitt viðsnúningurinn eða uppbrotið, eða þar sem þú ert bara eitthvað, ok, þetta var ekki eins og ég held að þetta væri, þú veist, og út af því er góð list alltaf pólitísk, skilur við? Þú talar það senast, Halldór Ármann, að listin það væri auðveldar að vera listamaður núna úr því að þú fékkst ekki listamannalaun en fjötrarnir væri einhvern veginn komnir af þér, nú þyrftir ekki að vera að fagna fjölbreytileikanum og einhvern veginn fitta inn í þetta svona augljósa narratív sem við samt einhvern veginn teljum okkur í trúum að sé ádeila á samfélagið. Já, ég held að það sé mikið til í, sko ég fór í viðtal við blaðamann Stúdentablaðsins 2018 Snorra Másson, blaðamann Stúdentablaðsins og hérna við Ertu að tala ritstjóra? Þá var ég mjög upptekinn af og svona, og maður tala sko að mér fannst allt svo ótrúlega einhvern veginn hugmyndafræðilegt á kostnað þess að vera listrænt sko. Kannski var það pínu ósanngjarnt að draga svona breiðastrókur, og mér finnst ég get ekki neitaði hafa lifað í þessu umhverfi mjög lengi að mér hefur þótt svona auðvitað með undantekningum en svona almennt og yfirleitt hefur verið frekar svona stalínist yfirbragð bara á einhvern veginn list og svona opinberri umgjörð í kringum það sko, þú veist og að mér skilst, þú veist það betur en ég Dóri, það veist, mér skilst að meðalaldri leikhús hækkjum 1 ár á ári eða eitthvað sko. Leikhúsið er að kveðja sko. Já, ég meina og bóksala hefur verið svona, skilurðu. Bókaþjóðin. Já, flugþjóðin. Þetta er allt svona og fyrir mér þá helst þetta eitthvað í hendur og mér finnst við bara komin að tímum það sem að, ég veist, mér erfitt að segja þetta en bara eiginlega
allt, hvort þú skoðar sko reksturinn á Reykjavíkurborg eða heimskipulagið eða bara niður einhvers og kima eins og bókmenntaheimin eða þessum leikhúsheimin með það sem ég heyri, að þetta þarf allt einhverja smá sprengingu að innan sko, til þess að rísa aftur upp. Ég sé það þannig, ég bara get ekki neita því sko. Og ég held að það sé mögulega að fara að styttast í það eitthvað svoleiðis gerist sko. En að því sögðu, já, mér finnst eins og það sé svona aðeins, það megi aðeins svona bara rannsaka einhverja hluti og segja einhverja hluti aðeins meira en það var. Þetta var mjög heft, finnst mér sko. Algjörlega, þú veist, fólk móttækilegra fyrir líka bara út af svona, þú veist, þegar þú segir einhvern ljótan brandara kannski fyrir sal og þú veist, það var ekki, þú veist, það líka fólk að tjekka hvort að hini sé að hlæja á þetta, þú veist, þetta alveg farið núna, sko, og og það ekkert bannað nema að vera bara ófyndin, skilur, þú veist, fólk rugla því oft saman eitthvað, ég sagði bara eitthvað, fólk var ekki tilbúið að hlæja þessum að bara, það vantaði bara eitthvað í þetta var bara ekki nóg fyndið, það vantaði timing eða eitthvað svona, það var ekki það sem hún sagði, það var hvernig hún sagði það, skilur, og það svona léttara yfir þessu, einhvern veginn, í vonandi þá líka fólk, ég held að listamannlaun, ég ætti að vera miklu auðveldar að fá þau, sko. Þú veist, þetta voru áttu á því, stalinismin sem verður til í kringum þetta dæmi basically kerður áfram af fólki sem vill láta taka sig alvarlega. Þú veist, þegar það kemur eitthvað svona kerfi listamenn sem allir einhvern veginn efast besta leiðin á þessu kerfi væri bara að þetta væri hlutkisti. Þú fengir það bara annarkvort eða ekki og svo kannski, þú veist, ef þú þarft að skila einhverju og ef þú skilar ekki þá þú tekin úr púlínni. Það væri besta leiðin í alveg, því að þá myndir þú fá hvað mesta verkum alveg óhindrað einhvern veginn þegar eini hvatinn bara að klára verk. Skilurðu, en þetta, þú veist, ég held að hægri menn myndu skíti í sig að þetta væri fyrirkomulagið á listamannalaunum, skilurðu. En þetta í alveg, ég hugsa að þetta væri besta fyrirkomulagið. Að þú bara skráðir þig einhvern veginn og líka sem þú talar við fólk listamannalaun, þú veist, meiri sér hægri fólki bregður þegar þú fattar að þú ert að skilin tíma áætlunum hvenær þú ætlar að búa með hvern þátt verksins að kafla og bókarinnar og svona, þú veist, það held að halda óslega margir að þú bara skráir þinn eins og atvinnuleysisbætur sem bara listamæður og þeir byrja bara að dæla inn á þeim peningum, skilurðu, en bara báknið sem búið að búa til í kringum þetta, þú veist, þarna líka bara ástæðan af hverju þú veist, þetta bara einhver mekanismi sem hefur þessi skelfilegu aukaverkanir, alveg eins og að hvað var það, Facebook átti bara að optimisera auglýsingasölur en óvart polariseraði samfélagi. Þannig ertu bara með, ætlum að styrkja listamenn á Íslandi, en kerfið sem við notum til þess verður til þess að stengjelda list á Íslandi. Já, þetta svona lögmál ófyrirsjáanlegra afleiðinga. En þú veist, til dæmis, þú getur bara skoða dæmi eins og ef þú skoða bara sko röksemdir dómnefnda á þess bara stórum alþjóðlegum verðlaunum, sko, bara bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs eða eitthvað, skoða röksemdirnar. Að þá kannski það fyrsta sem nefnt að þessi bók, að þetta verk sko hvetur lesandann til að taka afstöðu með náttúrunni. Þetta bókslega fyrsti hluturinn sem ég sagður. Og þú veist, þetta segir þér ógeðslega mikið miklu stærra dæmi hvernig hugmyndafræði hefur algjörlega tróðið niður eitthvað sem ég myndi kalla list. Okay. Árið 1994 tók ég þátt í Lego-keppni á 17. júní inn í tjaldi og ég sagði við alla í kringum mig. Horfið á mig vinna þessa keppni og ég tók einn grænan kassa og ég tók 2 börn og 1 tré og 1 íslenskan fána og ég skilaði þessi inn í keppnina og ég sagði Hreindland, Fagurland og ég vann. Það var 1994, skilur, þú veist, hafa velun ekki alltaf verið afsakið í sletti frekar gay? Jú, pottet alltaf verið frekar gay, sko. En, þú veist, Sko, hommar náttúrulega minnst gay sem til í heiminum, sko. Það eitt í annað í þessu, sko. Þetta orðið eitthvað annað. Hlaðvarpið í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast sem þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ég var svona ferðast með manni sem að var samkynhneigður, frábær maður frá Costa Rica. Hann kallaði mig alltaf fagga, don't be such a fucking fag. Og ég var svona, það var eitthvað sem maður mátti aldrei ekki segja, sko, þetta var kringum 2018, sko. Og þá var það alveg bannað, en hann
einhvern veginn, sko, en ég er sammálaður, sko, samkynhneigðir menn eru minnst gay af öllum, sko. Já, meina, ég heyr eitt hjá einhver mann segja og fekk enga hlátur fyrir það uppstandi hérna, þú veist, faggi því tengist Tom ekki neitt í hérna Gunni og Felix, þá er það sko ekki Felix sem faggi, sagði ykkur, það var ekki hlegið, sko, og mér fannst samt hérna, en Það er gott að endur tökka þá. leikur á orðum samt eitthvað síður og, menn þetta var svona fyrir 4 árum til hlægi núna, þú veist, ég er að segja að það hefur eitthvað breyst. Nei, hérna með leikhúsi, ég fór hérna, ég er ekki nægilega duglegur að fara í leikhús, en ég fór á hérna Fíflið með Karli Ágústi, Já, sem var frábært leikrit, þar sem hann var einmitt að tala svona ákveðna ádeilu og það kom inn á Spaugstofuna og kirkjuna og fleira þar sem hann var augljóslega að lýsa því svona hvernig svona ádeila á samfélagi hefur komið svolítið frá gríninu, sko. já, Og ég hef einmitt, og við rættum þetta örugglega stuttlega síðast, en langast að koma hérna á þetta aftur út að þið nefndu að leikhúsi var að deyja. Ég hef einhvern veginn alltaf hort á list sem einhvern veginn sem að eigi sjálfkrafa að vera ádeila á stjórnvöld, stjórnkerfið, núgildandi fyrirkomulag, en við einhvern veginn erum búin að sannfæra okkur það að sko að núverandi fyrirkomulag sé ekki bara það besta, heldur líka eitthvað sem við ættum að viðhalda og það sé listarinnar að viðhalda núverandi kerfi. Og það er það sem mér búið að finna svo ótrúlega skrítið og maður sér þetta líka í gríni, maður sér þetta í uppistandi þar sem að vera einhvern veginn að ýta fram einhvern veginn uppistandur til dæmis erlendir sem eru bara ekkert fyndnir, en út af því að þeir eru með einhvern veginn svona gefið edgy svona nálgun á þetta sem er augljóslega að keyra á narratífið. Það er blessunarlega búið að við afhendum grín ófyndnum fólki þannig í smá tíma, sko. og fólk fann það alveg út, skilur, að hérna að grín er alltaf pushing edge, það þarf alltaf að hreyfa þessi við þér og af og til þarf grín bara að hreyfa stuða þig líka, skilur. Það er bara name of the game einhvern veginn og mér finnst svo umræða einhvern veginn alveg búin, mér finnst allt mega í dag, ég er alltaf að sjá eitthvað alveg bara hellaða hluti á netinu sem mér finnst alltaf jafn fyndnir og eitthvað og mér finnst allir vera að deila þessu. En nú ert þú með uppistand, ég ætla að plugga því, bara því að það með sykur saman. Púðusykur. Já, púðusykur. Plugser. Nákvæmlega, pluggum þessu. Sko, áhrif á þig, persónulega. Já. Þú veist, ertu núna, ef þú bara hugsa tilbaka og ert bara alveg hreinskilinn, hugsaðu núna bara, þú veist, ég ætla, þú veist, ert að vinna þetta öðruvísi? Er bara, þú veist, nálgun þín á að búa til efni fyrir grínið, öðruvísi heldur en var fyrir 4 árum, þú veist, ertu, Nei, ég er alltaf þú bara alveg eins. Já, en ég Tókst aldrei er þátt í þessu? náttúrulega sósíaldemografískt, sko, kamiljón, sko. Hérna, ég get tilheyrt þeim hópi sem ég er að tala við hverju sinni og sem feitur maður hef ég alltaf fengið afslátt líka, sko. Þú veist, að því fólk skynjar bara, þetta hafi verið brekka hjá mér, sko, og það hefur þurft að horfa á spauðlega hluti lífsins til að hafa mér og þú veist, nei, ég hef aldrei þú veist, hætt við að segja brandara nema að því eitthvað bað mig að segja hann ekki, þú veist, það er bara það eina, sko, og hérna og ég tók mér árspásu hann í COVID og saknaði þess að fara á svið og ég fór á svið með sýningu sér enga takmarkanir og þú veist, það voru drullu tæfi brandarar í henni, sko, alveg drullu tæfi, Já, ég fór á þetta, og hérna og þú veist, ég og Saga gerðum náttúrulega þetta er grín án djóks 2017 á Akureyri sem sýnt hérna sem var bara stúdía í hvar línan liggur og þú veist, og í raun og veru var þetta leikur þar sem við fundum hvar línan lá hvert einasta kvöld í þeirri sýningu 2017 þá var hneykslunarlöggan að umkringja hús Sögu og var eitthvað hérna komdu út og beðist afsökunar, þú meintir þetta ekki, þú veist, eitthvað rödd hérna. Í því var ég að leika fólk með fötlun að stunda kynmök, skilur við, þú veist, hérna, í því kom ég fram sem Adolf Hitler og hérna, og var að grínast og á hverjum einstu sýningu móðgaði salurinn á mismunandi stundu sem sýndir okkur bara þessi flöktandi lína, hún er huglæg, skilur, og hún tengist siðferði ekki neitt, hún tengist bara skapi og bara dagsformi einhvern veginn en á hverju einustu sýningu var einhver sem labbaði út af fallaðagrinu og alltaf þegar það kom einhver með fötlun á sýninguna þá hékk hann og beið eftir og sagði takk fyrir að taka okkur með í púlíuna og láta okkur ekki standa fyrir utan sem, já, þetta má ekki einu sinni vera í svona stúdíu, skilur, þetta er svo heilagt, þú veist, hérna bara takk fyrir að leiða okkur, þú veist, þá var það inclusiveness, að fá að láta að gera grín af sér, skilur, þú veist, þannig að, og svo breytist þetta einhvern veginn öðruvísi og allt varð svona og enginn gat leiða þessu og allir skömmuðu sín svo mikið.
Það var bara stemningin á Facebook þá. Nú stemningin á Facebook bara að sjá morð og kvikni í fólki. Já, en þá, sko, þegar þú talaði heilagleikan áðan, hann að fara að taka við þá bara hinum einn? Þú veist, þá bara einhver annar heilagleiki að fara að taka við það sem við verðum einhvern veginn hneykslið og móðguð yfir öllu öðru? Ég veit það ekki, ég samt svolítið sammála Dóra, þú veist, að það kemur aldrei upp eitthvað tímabil þar sem að bara eitthvað svona, ég veit ekki, það sem allt bara eitthvað alveg hreint og, þú veist, ég held að þetta færist bara, ég held að það sé alveg rétt, sko. Ég veit ekki hvað skal segja, hvað tekur við, sko. Sko, líka, þegar þessi móðgunar umræða var í gangi, hún var rosa mikið eitthvað á, þú veist, yfirborðinu fannst mér, skilur þú veist, að því bara skáldsögur hafa alltaf einhvern veginn, þú veist, ég meina, bara í nýjustu bók hans, það Morgun og ég bara, truflunin, Steinaspraga, þú veist, þar bara börn að drepa börn, skilur, og því ég líst ógeðslega vel, þú veist, engum dettur í eitt í huga að vera eitthvað, finnst þetta í lagi á tímum þegar það ofbeldi meðal barna eða eitthvað, veistu hvað, það var bara akkurat það sem ég þurfti að lesa á tímum þar sem ofbeldi milli barna, skilur, einhvern veginn, þá þurfti ég að lesa þessar lýsingar og ég sakna kannski, ég held að við komumst ekki aftur á kjöl fyrir að fólk fyrir að leita að svörum í list aftur, sko, sem ég held að fólk sé ekki ég held að fólk hafi líka hætt því á einhverjum tímamóti þú veist, ég meina þú veist, fólk fór bara stundum á listasafn og bara horfði á liti Svavars Guðnasonar og bara, þú veist, kom heim og gat haldið lífinu áfram einhvern veginn, skilur þú veist, truflunin maður, hún svo mikil, það svo, þú veist, athygli okkar bara X og ég man þegar ég var í listaháskóla sagði tilgerðarlegur samnefandi við þegar við vorum að horfa á Metropolis, mannkynið hefur glatað þeirri værð sem þarf til að njóta svona kvikmyndar og ég hugsa bara til tilgerðarlegt. En nú eru 15 ár síðan eða eitthvað, við erum glatað bara helling síðan þá, skilur einhvern veginn og en hvort að þessi værð, hvort að við finnum hann ekki aftur, ég held að bara hljóta að vera einhvern veginn. Ég annarlega spenntið fyrir, sko, ég fór eins og ég var nefnilega við ykkur áðan til Tenerife fyrir ekki svo lengu og fór fyrir 2 árum í fyrst skipti og ég með bara blöskraði, alltaf þegar ég fór út að borða, alltaf foreldrar sem voru að bíða eftir mat og bara með einhvern svona sér útbúinn búnað fyrir spjaldtölvu, fyrir barnið. Það sem að það bara lá eitthvað heilalaust þarna að horfa á bara einhverja, skilurðu, bara algjörlega bara stúta öllu, sko, þroskaferli heilans bara live fyrir framan hann, allstaðar. Það var ótrúlegt. Ég sé líka eftir að ferðast með börnunum mínum, en bara það lærdómur næst og það það sem foreldrar okkar vissu, maður ferðast miklu minna sem barn. En ég fór núna aftur og sá ekki eina spjaldtölu fyrir frambann, ekki eina. Ég held að þetta sko sé að fara að breytast mjög hratt. Af því þetta bara orðið of mikið? Já, ég meina, þú veist, við bara börn 12-13 ára voru að reykja fyrir ekki bara svo mörgum árum. Það bara þótti eðlilegt. Það miklu meina núna, það eru eitthvað í nikótínpúðunum og það eru alls konar aðrir kvillar að eiga sér stað. Já, það eru öll eitthvað bara svona í hentai-klámi líka og eitthvað svona. Já, en þú veist, ég held að þessu sé að fara að ljúka, sko. Ég held að enginn sé að fara að, þú veist, láta barnið sitt hafa síma fyrir 16 ára aldur eftir 5 ár. Ég bara held að það muni ekki gerast. Ég held að vera bara álitið sem bara þú ert vont foreldri eða þú lætur barnið þitt hafa síma. Það er ekki þannig í dag, sko. Þú veist, að allir foreldrar eru bara að láta barnið hafa síma. En ég held að eftir 5 ár, þá verður þetta bara, þú veist, já, þú ert vonda foreldri. Þarna, nú er ég foreldri, margra barna, og ég var hvattur á fundundaginn sem sneri að símanótkun barna. Og mig grunaði svona, yfirskrift fundarins var að hér ætlaði foreldrafélagið að leggja ykkur línur að símar eru einfaldlega bannaðir. Og við komum inn og svo strax byrja að koma ykkur á sögur svona, heyrðu, sama hvað ég geri, getið ekki tekið alveg fyrir þetta því að dóttir mín, hún var bara ekki inn í hópnum, sko. Hún var svo, þú veist, en núna er hún komin inn og hún hefur þannig kanal til að tala og vera látin vita og hún á vini í fyrsta skipti og hún tjáir sér miklu meira þarna en hún gerir í raunveruleikanum. Það var alveg svona, ég fattaði ekki að þetta væri ein hliðin að þessu, sko. Þetta er vingill, sko. Að þetta væri vingill, þannig ég var alveg, ok, þetta er ekki, þú veist, bara, ég er eiginlega komið nóg af bönnum. Það er eiginlega það sem ég er komið nóg af, sko. Og ég held þú bannir þið ekkit í átt að betra samfélagi. Ég held einmitt bara að vonandi verður bara skarkalinn í þessu og einhvern veginn
hvíti háaðin bara nógu mikil þess að fólk bara leggja þetta frá sér í alvöru, sko. Já, það önnur sviðsmynd, sko. Ég veit ekki, ég bara einhvern veginn til að þetta sé það galið fyrirbæri, sko. Og þetta líka það sem við erum átt okkur að líka. Þetta að verða betra og betra í því að viðhalda athygli okkar. Já. Ég hugsaði þetta fyrir einhvern svona 5 árum, sko, að þú veist, þegar maður var nokkuð háður þessu. Ég hugsaði, sko, þú veist, þeir eru núna að bara dæla inn upplýsingum til þess að gera þetta bara miklu betra. Og ég held eftir 5 ár, það verður þetta bara ennþá betra. En kannski verður einmitt white noise-ið og bara ótrúlega mikil náttúrulega vanlíðan. Þetta er náttúrulega sem Bergur Ebbi hefur áhyggjur af að þetta sé að forrita okkur, sko. Breyta okkur í tölvur, sko. Og við séum sífellt að útvista meiri af bara mennskunni okkur í tölvunum og þar með, sko, verðum við orðin gervigreind en ekki tölvan. Er það ekki svona sirka sem hann að segja? Það getur verið, Þetta var ein túlkun að því að nei, en bara ég mikið í símanum. Ég líka. Já, ég líka alltaf mikið. En ég má ekki að spyrja, talandi með svona leifa hluti og svona, hvernig er að vera svona flytinn vín í samfélagi þessum að, í svona afturhald samfélagi? Það er bara glatað. Já. Og það er bara, þú veist, það er glatað, sko, og það er líka glatað hvað við erum úr sambandi við landbúnaðina og hvað er búið að segja okkur að landbúnaður sé hérna, þú veist, og þú veist, þú bara með kerfi sem ryksugar upp alla skrokka hérna landsins, sami hvað ástandið eru, skerða á í kótilettur og setur á því kæpi, grillolíu og vakuumpakkar það, og allt sem er almennilega gott hérna og vanda, það er bara selt bak við framhjá Bjarna á Facebook eins og sagt er, sko, og hérna þú veist, að fara til Frakklands og hitta vínbændur og fatta að þetta sé eitthvað sem gerist á stefnumótum, þú veist, vísinda, sögu, menningar, handverks, einhvern veginn, þetta er ekki til hérna, að því við erum svo langt frá þessu og í stað þess að brúa bilin að þessum heimi, einhvern veginn, fyrir eigin orðri, þá erum við búin að byggja upp. Við þurfum eitthvað tollalögina, bara, þú veist, til þess að venda innlenda framleiðslu, en þú veist, tollalögin í dag, þau eru svo núansir og þau eru svo mikil barátta einhverja undarlegustu stétta og lobbyista og íslenski neytendur, maður er bara, hvað er í gangi hérna? Akkur þarf ég bara að kaupa rusl dýrt daglega, einhvern veginn. og það finnst manni kannski syndin í þessu og náttúrulega það er alltaf sjokk að útbúa verðið á Íslandi, þú veist, við erum með Excel-skjal það sem kemur inn, þú veist, það sem borgaðir í hérna evrum, það þarf það náttúrulega alltaf að vera að fiffa því að það sem krónan er alltaf að fara upp og niður, svo ertu með innflutningskostnað sem er, þú veist, bara fara ykkur reikning og deilur honum með flöskunum sem voru á palettunni, svo ertu komin með áfengisgjaldið sem er agalegt, sko, það er sturlun, það bara breytir öllu í dýravöru, sko, og svo ertu með virðisaukaskattinn og þú veist, og þarna einhvers staðar setur álagningunni þina sjálfur, skilur, og bara ef ég hefði ekki svona mikinn áhuga á víni þá væri ég ekki að þessu því að þetta er ekki að skila neinu, sko, nema bara gráum hárum á höfuð á mér, sko. Ég verð að viðurkenna því að svo oft búið að gagnrýna hérna vinstri og bók og svona, ég skil ekki íslenska hægrimenn, sko, ég get ekki skilið íslenska hægri frelsisunnendur og hvað þeir hafa verið síðustu áratí, ég skil þetta ekki, sko, og ég skil ekki þessa sýn að vilja, ef ég bara svona ranta þess, ég skil ekki þetta að vilja samfélag sem að þú getur eiginlega, sko, varið æviðinni inn í bíl og einhvern veginn að berjast aldrei fyrir neinu að bara svona daglegt líf hérna sé einhvern veginn líflegra og frjálsara og skemmtilegra, það sé ekki allt svona ógeðslega erfitt hérna maður. Það er eins og svona sjálfsögð svona borgaraleg, I don't know, bara sjálfsagt borgaralegt líf. Það er svo sjálfstæðismenn hafa einhvern veginn ánafnað hugmyndin það til vinstrimanna og hvað bjóða þeir í staðinn? Að bjóða í útkvörunum og grilla. Það er, smá vestategundin, sko. Það er það sísta sem þú getur gert í Reykjavík. Og hérna, lástu því hérna greinina frá stelpunni í heimildinni. Það sem hún var að segja bara hvernig gat það hjóla orðið að pólitískri yfirlýsingu á Íslandi. Nákvæmlega. Sem að segja bara, ég sit inn í Brussel og það hjóla triljónir framhjá mér. Ég veit ekki hvað stjórnmálaskoðanir neitt þeirra hefur. Á Íslandi við séum hjólandi, það er bara, hann er vinstri maður! Hún er að segja bara, líklega var eitthvað svona bara hægri nöttari að hjóla hérna framhjá mér núna, skilurðu. En á Íslandi er þetta, við erum að tala um pólitík í list, en af hverju er það að hjóla
og vilja almenningssamgöngur orðið vinstra. En það samt þannig? Ég meina, þú veist, ég sé ótrúlega mikið af einhverju svona hægri mennum sem augljóslega, sko, hjólunum þeirra aldrei stólið. Það kostar svona 2,5 milljón. Það er alltaf inn í bílskúr, sko, og þeir eru í einhverjum kafarabúning, sko, hérna, með svona oddkvassan, hérna, hjálm, sko, bruna. Þetta er allt hægri menn. Það snjallasta sem var gert var að fá Davíð Þorláksson yfir betri samgöngur, skilur. Bara komin alvöru hægri maður, no bullshit, einhvern veginn. Það þurfti það, sko. Hann er ekki með neina sjálfstæðismenn einhvern veginn með sér í þessu, sko. Nei, hann er alltaf jafn mikið sjálfstæðismenn, hann er frændi konuna mínir, nei, þú veist, Gísli Marteinn kom hjólaðingað inn sem hægri maður og var lamin í spað og hjólað út sem vinstri maður, skilur við, hérna, hann lenti í hakkavél fyrir þetta dæmi og maður sér það einhvern veginn, þú veist, krísan sem sjálfstæðisflokkurinn er í borginni er náttúrulega rannsóknarefni. Já. Og ég er að hugsa bara shit, en ef þessi nýju vinstri meirihluti stendur sér svo illa að þau munu kjósa eitthvað af þessu hægra fólki í borgarstjórn, þá erum við fókt. Þú veist, þar er leiðtogakrísa, það hefur bara verið stór leiðtogakrísa í borginni eftir að Jón Gnarr var þarna. Þú veist, þannig séð, Dagur hefur sýnt sig svona seinna það hann bara satt og lengi, þú veist, en my god, hvað sá maður er góður í stjórnmálum, þú finnur bara að borgin einhvern veginn er bara, þú veist, eins og hvirfilvindur eftir hann fór, þú veist, að minnstakosti gatan hnýtt ákveðin seglarna bara við lærið á sér og tekið þetta á bringuna sjálfur einhvern veginn og maður sá bara ok, þarna fór maður sem var allavega fær í þessu geimi að halda öllum rólum, að vendla út reiðinni á réttum stöðum einhvern veginn og svona, en ég býð, þú veist, hérna það til eru stjórnmálamenn á Íslandi sem skrifa reglur á Twitter sem halda að borgarlínan sé eitthvað svona 300 milljarðar lausn á umferðisvanda á Vesturlandsveginum. Ég skal segja ykkur, umferðarvandinn á Vesturlandsveginum er stjórnmálafólki fyrir 20 árum að kenna. Vesenið með Reykjavíkurflugvöll er stjórnmálafólki fyrir 20 árum að kenna. Þú veist, það átt að hefja að byggja nýjan flugvöll fyrir 20 árum þegar hann var kosinn í burtu, skilur við. Og við hefum bara átt að vera að opna nýjan flugvöll og allir drullu sáttir í það. Það er þessi framtíðarsýn á Íslandi. Það er það hvað atvægi vega mikið út á landi. Og þess vegna er engin hérna og það við sem alltaf hugsað til 4 ára og það verður engin framtíðarsýn hérna. Alltaf þegar við ætlum að gera eitthvað sem er eitthvað, nú ætlum við að skipuleggja borgina til langa, það kostar allt of mikið og einhverju verkfræðingar komnir í málið, þú veist að enginn sem einhvern veginn raunverulega skilur verkefnið er að tjá sig það og þetta finnst mér vandið við að búa hérna og þess vegna langar mér stundum að búa í útlöndum, bara þess að geta. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Ég nefnilega, sko, ég vil líka borgarlínuna en aðalega til þess að það sé ekki svona mikið fólk í umferðinu svo ég geti keyrt. Hratt. Ég vil geta keyrt hratt upp í úthverfi þar sem ég fer inn í sterilt, leiðilegt, grátt, stórt hús, finn þar sko, kaupi nokkra steikur fyrir það sem ég er með, sko, iðnaðargrill fyrir bara litla fjölskyldu, sko. Já. Allt og stórt grill, kveiki, sko, ég set allar heitan pott, mallandi óháði hvort það sé ykkur í honum, sjóðandi heitur. Já. Nei, þetta er íslenski draumurinn og ég dæma hann ekki því að þetta er, þú veist, en different strokes for different folks, þú veist, Halldór, nú hefur þú búið erlendis. Þú verður alltaf leiður þegar þú kemur aftur hérna, út af bara svona einhverjum grundvallar hlutum sem þið finnst að vanta. Já, ég skil ekki af hverju viljum við ekki hafa mannlíf, sko. Ég fatt allins einn daginn, mér finnst þetta stór uppgötvun. Þetta íslenska dæmi að fólk klæði svo óslega mikið upp fyrir djammið. Það fara á djammið, það er bara annarka maður sem sé að fara á ássatíð. Ég ógsláft hugsa þetta, af hverju þetta? Svo fatt þetta er að því að fólk hittir aldrei neitt ókunnugan nema á djamminu. Það er engin götutíska á Íslandi, það er ekkert götulíf. Þannig að þú veist, þegar þú fyrir á djammið, þá ertu að fara að hitta ókunnugt fólk. Þú ert alltaf að fara bara á unofficial ássatíð. Já, þá einhvern veginn klæðir þau upp og þú veist, þú
þú veist, ég að kenna henni upp í háskóla núna, í Hólaðinga 2 í viku. Þú mætir engum þótt að sé fínt veður. Og mér finnst þetta bara með ólíkindum að við viljum þetta. Ég bara get ekki skilið það, sko. Af hverju viljum við hafa lífið svona? Og aftur, að beina spjótum að hægrimænum, af hverju berjast ekkert fyrir því að bara opna þetta samfélag, bara að öllu leiti, bara opna þetta og gera þetta bara frjálsa. Ég var daginn og satt ég einhvers staðar, heyri ég samtal frá aftan mig, 2 menn. Það var annar að segja, já, bara geggjað að fara í frostaskjóla og körfuboltaleik núna, sko, bara, veist, það bara, veist, það geðveik stemning, sko, og sagði þetta svona lágt, sko, bara, frábært, sko, bara fullt af fólki, þetta góðu tími, 7:30 á föstuðum, veist, svo sagði hann svona átt, núna bjór seldur, sko, og maður bara, já, auðvitað, skilur, þú veist, af hverju þetta búið að taka svona ógeðislega langan tíma að fá bara eitthvað svona basic mannlífselement sem svo augljóst að körfuboltaleikur kl. 7:30 á föstudag sé eitthvað sem gaman, sko, og megi kannski bara vera pínu gaman. Veist, þetta allt bara alveg í krumlum í þessu landi. Mér finnst það svo ótrúlegt að Íslendingar hafi tekist að ljúga því að sjálfum sér að við séum einhvers konar ótrúlega progressív þjóð og eitthvað svona. Af því að við svona... Við erum hellaþjóð, sko. Við erum fólk í hellum sem kemur út og bara horfir á hvort annað bara farið í fín föt, þurfum að ríða í kvöld. Þetta bara afturhald semin svo ótrúlegt, sko. Það ótrúlegt að fylgjast með því, sko. Við eigum baðmenningu. Ótrúlega satt, þá hefur hvað skítkalt og það að sé heitt vatn í jörðinni það afleiðingin af því að við eigum baðmenningu. Og hún það óíslenskasta sem við eigum. Það að ríkir og fátækir fari allsberir saman í sturtu í eitthvað staðar og bara horfist og gefum eitthvað fyrir ekki komist í sápuna með þetta mögulega mikilvægastu stefnumót í mannlífi okkar, sko, af því þarna sjáum við hvort annað og við hættum að dæma og við hættum að fabulera og óra hvað við erum að gera og við verðum að fá miklu fleiri svona staði, sko. En við erum byrjuð að reyna að skemmi þetta með þessu spabulli, sko. Við erum byrjuð að reyna eitthvað að hafa, þú veist, allir í sínum klefum, þú veist, við erum að passa þjóningi og mikill útlendingar, því að ef við missum þetta, my god, þá verðum við bara aðeins verri. Já, og talandi skilur, síðan var þessi, ég er oft talað þetta, opnunartími þessar sundlauga skertur helgar, sem bara, ok, úti fyrir sig bara mjög skrítið alltaf, til að spara 20 milljónir, og hvað næsta sem Reykjavík gerir? Það ætla að byggja ykkur 150 milljóna sundlaug fyrir Seli, skilur. Þú veist, og maður bara, hvernig getið þið, hvernig hægt að taka þessu ákvörðun? Hvernig það hægt? Sundlaugarnar svo mikið olnbogabarnina. Þetta er það eina kultíverða sem við eigum. Það eina, skilurðu, og kannski jólabókaflóðið sem samt einhvern veginn madhouse, en það sammt merkilegt. Þú veist, ég var í Hlíðarfjall daginn, þar nýbyrjað að selja bjór. Eins og alls staðar gert í Evrópu, þar sem fólki þykir sjálfsagt eftir dag á skíðum að fá sér eitt öl. Þetta verður bannaflað, ég get alveg sagt ykkur það. Þegar ég að fara þarna fyrsta daginn þá að koma bara hópur háskólanema í fjalli, það var eitthvað partí þarna og uppstrílaða stelpur alveg að mála sig og fara í svona ég sá þetta á Instagram djammútgáfuna af skíðafötum sem mjög evrópskt og mjög geðvægt og þær voru ekki sem skíð, þær voru bara að fara í stólinn upp í strítuskála og bara DJ þar og stemning, sko. Og ég hugsaði bara, ok, there is a chance, ég hugsaði bara, það chance að við séum ekki algjörlega kultúrlega í foktina. Næstu helgi það voru búið að láta einhverja menntaskóla nema selja þeim sama gig hérna í fjallinu, þannig að það voru bara að koma þau snjóbretti á 120 km hraða án ræder niður fjalli, bara einhver gæla æla í brekkuna, skilju. Það svona sem við klúðrum öllu, að því, þú veist, ekki leyfa menntaskólanum að vera fullum í Ég held að vera á móti leyfa bönnum. háskólanum að gera það, sko. Ég held að vera á móti bönnum gagnvart bönnum. Ég ekki á móti common sense. Og þú veist, eins og ég verð ekki hneykslaður fyrir inn í spa og það segir mér eitthvað þú mátt bara kaupa 3 drykki. Ég eitthvað, 3? Ég sem ætla að vera í potinu mínu og drekka 6! Þú veist, mér finnst þetta bara, að eitthvað hafi hugsað þetta fyrir mig, mér finnst þetta bara geggjað, sko. Já, ég enda lendi ég fór í hræðilega upplifun í hvað heitir þetta í Kópavoginum, Sky Lagoon. Já. Þar fór ég og var að stekkja. Ég var ekki búinn að fá með neitt drykk, sko, ég mæti þann inn og þau hefur greinilega vondar reynslu af stekkjunum og sko, ok, ég skil alveg að maður fái aðeins færri drykki, það ekkert mál, en ég kem hann inn og ég sérst með einn bjór sem ég var nýbúinn að opna og hún sagði við mig, heyrðu, þú mátt ekki vera með hennar bjór og ég sagði, ok,
get ég það bara henda honum, ég var nýbúin að opna hann sko. Og hún sagði, já, ég skal bara henda honum fyrir þig. Og ég sagði, ok, takk. Tekur hann bjórinn, augljóslega fullur bjór sko, sem ég var nýbúin að opna. Og svo segir hún heyrðu, þú fær svona armband. Þá var það eitthvað gult armband. Allir aðrir með eitthvað grátt armband sko. Þá var ég merktur. Hún sagði, þú ert búið með drykk. Ég sagði, ég er ekki búið með neitt drykk. Þú tókst drykkinn af mér sem ég var ekki búin að drekka neitt af. Og hún sagði, já, þú mátt bara hafa 2 inni. Ég sagði, já, ok. Og ég sagði bara, heyrðu, ok, ég er bara mættur í steggjun, ég ætla bara að vera í ákveðinni stemmingu, sko. Ég ætla bara, þú veist, ég ætla ekki að láta þetta eyðileggja fyrir mér. Síðan fer ég í ofan í lónið, sko, þar svona svartklæddir skrýtnir menn, sko, alltaf að horfa með svörtsólgleiru, þetta er rosalega skrýtin upplifun. Fer þarna og fer svo á barinn. Og það er eitthvað fólk þarna undan mér og það er verið að afgreiða það, rosa stemming og síðan er manneskja, svona 2-3 manneskja fyrir aftan mig og sá sem er á barnum, hann horfir alltaf fyrst á þær og afgreiði þær. Þangað til ég er einn eftir á barnum. Ég bara, heyrðu, ég ætla ekki að láta neitt skemma stemminguna mína, ég er í góðu stuði. Samt ekki mun að, þú veist, drekka neitt hana, sko. Og ég segi við hann, heyrðu, fyrirgeðu. Og hann var að byrja að þurrka glösum, sko, ég var að augljósa þannig, þú veist, ég er lágvaxinn en ég er ekki svona lágvaxinn. Og hann kemur og horfir á mig, já, get ég aðstoða? Ég segi, já, get ég nokkuð fengið bjór hjá þér? Og hann segir, já, og hann segir við mig, ég þarf að fá armbandið til að skanna þetta inn. Og þá var hann augljóslega að taka eftir, ég var með gult armband. Hann tekur upp armbandið, horfir á armbandið, horfir á mig, horfir aftur á armbandið og segir, það er svona. Og þannig var mér bara öllum lokið, sko. Ég bara, þetta er ömuleg stemming. En þetta er pínur samt svona. Hefur ekki komið til Noregs, eða? Þeir bara að koma heim til þín, sko, bara það, sko, ef þú drukkinn, sko. En þess, í alvöru, þú veist, ég þekki gaur sem bara koma bara og hann bara tók sér glerun og sagði, ég ætla að fá eitt vinglas og þurrkaði svona þreytur, hann bara vinni alltaf daginn. Hann opnaði, stóð bara barðinu og sagði, út með fyrirvitaðinn. Ömuleg tegunda samfélagi, skilur við. En bara það dó náttúrulega gaur þarna daginn, skilur við. Þannig að, þú veist, ég er ekkert leiður að sé aðeins á tánum hann, sko, núna. Nei, það er bara fein að heyra þetta ef eitthvað er, sko. En með Svíjar eru líka með þessa stemmingu, sko. Það er sparkað út eða bara lítur út fyrir að fengið þér eitt, sko. Já, það eru leiðilegir, sko. Erum við þá ekki bara með miklu skemmtilegri svona stemmingu? Ég meina, við drekkum okkur eins og í Bandaríkjunum, sko. Ég átti kærustu sem var á Bandaríkjunum og hún kom og fór með svo djammið. Hún bara, djöðlega er fólk ógeðslega drukki hérna. Út af því að við hellum okkur svo dauða drukkin. Ég er ekki stoltur af því, sko. Nei. Þú veist, mér finnst það úrslega leiðilegt, þú veist, hvað allir verða dauða drukknir. Eigum við þá ekki bara hækka skatta á þetta? Setja einhvers konar kvata? Nei, þetta er ófyrirsíðan afleiðing þess að selja vín í svona miklu magni, svona dýrt, eitthvað staðar upp í, þú veist, í lokuðum hirslum, skilur. Er það status að vera svona dauða drukkin og þú átt efni á því? Nei, ég bara segja að þú, tímir ekki að kaupa þær á börum, hann að þú ferð og játnar þig upp, þetta byrja heima hjá sér, það er nú ekkert svo international thing, sko, þú yfirleitt byrjar á bar þegar þú komin erlendis og svo ferð á milli og ferð á veitingastað og svona, og maður er eitthvað, þú veist, eða þetta er það sem háskólanemar gera einhvern veginn, en þetta að drekka sig milljandi fullan og fara svo niður í bæ og siga sjálfum sér á djammið, þetta er ógeðslega íslenskt og mér finnst það gaman þegar ég á 20, kannski 30. Þetta er í Berlín ganga hundalausir, þú veist, og að rann einhver maður með lausan hund og ég hef aldrei séð eða heyrt af því að hundur appist upp á nokkurn mann í þessari borg. Hérna eru allir hundar sturlaðir í bandi, þetta er ekkert flókið, við erum bara hundar í bandi og Ísland er bara eins og búa í opnu fangelsi, skilur, þú getur farið, skilur, en þetta er samt eins og fangelsi, skilur, þú ert bara og kemur til Íslands og þú getur ekki tekið nokkur skref, skilur, þú getur ekki komið inn í landið á þess að komið bara íslensk fákeppni og bara nauðgið, skilur, með kynnisferðir og skilur og þetta er allt svona, það er alls staðar, ertu gjörsamlega látin fá það óþvegið á öllum vígstöðum, sko. Þeir vilja að, það er svolítið óþægilegt, sko, ég heyrði nefnilega einu sinni mann í podcasti var að lýsa því að hann var í eitthvað hermaður sem hafði verið í missjónum í Afganistan og hann hafði verið með svona afganskan handler eitthvað svona og Afgan segir hver býr í íbúðinni þegar þú ert í burtu, hann segir bara enginn, nei, bara nágranninn minn með lyklana og voka plöntunar og svona og hann segir, mun nágranninn ekki stela öllu svona átt að mun þú ert í burtu, hann segir nei,
Þannig það í Afganistan. Fólk, fólk ásækist hluti hvers annars stöðugt og þú ert bara einhvern veginn undir siege, skilurðu, og ég hugsaði, við erum Afganistan norðursins hérna. Það langar einhverjum í peningana þína og þetta sérstaklega, ég var 5 vikur á Spáni í fyrra, sko, það sem, í fyrsta lagi, að vera á Spáni, Spánverjar, þeir hafa ekki ofinselt sér kapitalisma, það það rugla. Þú kemur inn í apótek og það er bara kona að rífast við afgreiðslumannin verðið á plástrum sem kostar kannski halva evru kassin og hún segist geta fengið þetta á 0,30 aðeins neðar og hún borgar kannski með 50 evru seðil eftir að hafa reyðist neðan í 8 mínútur, skilju. Þetta ótrúlega svona sjokkrandi fyrir Ísling sem vill bara svona færibanda bara ég læt þig fá eins mikið pening og þú vilt og ég fæ eitthvað tilbaka, skilju. Þú vilt bara borga, fá. Sem Íslendingur, að sjá fólk sem að hugsa út í peningana sína og hugsa út í verðlag, það sjokkrandi, sko. Og þú veist, og hérna, þessi kona, hún virtist alveg hafa líka verið til í að labba út úr búðinni bara með lítið sár og ekki kaupa plástra út af þessum 10 centa mun hana, sko. Og þetta pirraði mig svo fyrst, en síðan á endanum var ég bara, það sem pirraði mig hvað þetta fólk, að ég hef ekki þessa eiginleika sem þetta fólk hefur. Það búið að ræna með þessu. Ég borga alltaf uppsett verð. Þá komu gaurar og losuðu stíflu í klósettinu mínum daginn. Það kostaði að ég fekk 87.000 krónur reikning fyrir því. Ég ætla að borga, ég ætla ekki að efast í eitt augnablik að þetta kosti að fá þess að tóka öðraðna í þessar hálftíma að losa þetta tæki. Hluti kostar bara eitthvað. Það kostar bara þangað lengur sér, hei, það alltaf mikið. Yfirleitt líka þegar maður kvartar yfir verð á Íslandi, þá ekkert mál, við getum lækkað þetta allan með helming. Það yfirleitt rými til þess að geta lækkað þetta svona 30%. Aftur til sko hægrimanna, þú veist, af hverju það engin samkeppni í þessu landi, sko. Engin hvergi, sko. Þetta eins og fangelsi, sko. Þú veist, af hverju sættu okkur við það, sko. Já, ég endar, sko, gæti komið með... Og meðan, síðan, eina sem þeir skrifum, hægrimennir, eitthvað að vera, þú veist, að ranta Ísraelsríkið eða eitthvað á Facebook. Það eina sem þeir hugsa, sko. Bara, þú veist, því að vera hægrimaður og vera vinstrimaður í Íslandi, þetta eru bara hugmyndir. Og ég man að hún Tóta Klemensen kendi mann þjóðhagfræði í mennskólanum á Hamralíð, þetta var þjóðhagfræði, hún var að kenna þér bara frambúða eftirspurn og svona hluti og svo bara síðast tíma hún sagði já, svo vil ég við þetta að allt sem ég kendi ykkur hérna, einhver hluta vegna á ekki við á Íslandi. Það eitthvað bara grundvallar sem fungerar ekki. Öll þessi lögmál þau eru alþjóðleg nema á Íslandi. Já, ég held að sé sko, þú veist, ef ég myndi hérna koma með gagnrýna á þennan málflutning frá hægri, þá Ég ræddi þetta, sko, ég segi þetta í svona öðru hverju hlaðvarpi, sko, en ég ætla að segja þetta aftur. Þegar ég að ræða við Þorstein Víglundsson, því hann vinnur í byggingageranum. Og hann var að lýsa því, sko, að Íslendingar eru með ótrúlega miklar svona og stórar hugmyndir það að boð og bönn séu einhvern veginn að ýta okkur áfram. Og ef allir til dæmis í fyrirtækjarekstur eða eitthvað þannig, að þá þurfa að vera rosalega mikið eftirlit og það þurfa að passa að hérna mast sé búið að taka úttekt hérna og sem mæta ekkert í og svo, þú veist, það allt bara vesen á öllu. Og hann var að segja við mig, sko, hann var að lýsa byggingarreglugerðum, en þú veist, þetta hefur líka gerð með bara almenn rekstur sem ætti nú að liðka eitthvað til í samkeppnina. Og hann sagði bara, þú veist, ég með 3-4 sko lögfræðinga í því að sjá allir svona eftirlitsdót, sko. En ef það einhver maður hérna sem með lítið hérna verktakafyrirtæki og ætlar kannski bara byggja 2-3 hús, menna hann hefur ekkert bolmagn í að standa í þessu. Nei. Þannig að sko þessar hugmyndir það að við séum einhvern veginn að fara að regluvæða okkur til einhvers konar rosalegar velmeðunar svo stórkostlega undarlega út af því að við með lítinn rekstur komið með vín til landsins eða eitthvað þannig. Þú átt ekki breyk, sko. Þú veist bara átífaver, reglur átífaver hannaðar í kringum business stærstu dreifarana. Þannig að það ertu bara þegar þú kemur á bílinu þínum þú kemur náttúrulega á fólksbíl, skilur, af því þú ert með svo lítinn innflutning og bara það að þú drífir ekki upp á að því þetta getur bara tekið við trukkum, skilur, það segir þið svo mikið að það er ekki breykana, bara þegar þú afhendið þið mínu, ertu bara eitthvað, ég er lítill, þið eru stór, bye bye, þess að þetta er ömurlegt moment, sko. Nei, menna, þú veist, það er líka takmarkanir sem sko, byggjast bara á svona hagfræðilegum málum, eins og þú veist, það að þú getur ekki tekið kannski 40 feta gám af sama víninu. Út af því að þú bara einfalda ert ekki að fara að selja það sem lítill aðili. Menna, stór aðili bara að fara að selja þetta. Þannig að þú veist, kostnaðurinn fyrir hann nákvæmlega. Og það sem mér stóðlega skrítið eins og þegar hafa komið einhverja verslanir sem eru að selja eitthvað rosalega nýs, eins og þú veist, franskar landbúnaðarvörur eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað ótrúlega svona fancy. Þannig að það er bara dauðadæmdur rekstur, sko. Ég veit það, þetta er bara svona eitthvað. Bara út af þessu, sko. Ríki menn láta konuna sína gera. Já. Dæmi. Nei, pabbi minn alltaf var alltaf að segja að, þú veist, á meðan
allt var í gangi eitthvað svona uppbygging í Mosfellsbæ sem enginn stjórnaði, þá var bæjarstjórnin mætt með að brenna krossa fyrir utan heimi og manni sem var að reka prentstofu úr bílskúrnum sínum. En þú veist, þetta svolítið þannig og mér hafandi bara rekið lítið kaffihús, þá þetta geðbilun. Meina, ef þú vilt að við förum ykkur þjóðarsálar pælingu hérna, meina, maður veit bara verktaka sem hafa keypt steypu af fyrirtæki sem með, þú veist, gæðavottun frá MAST, steypt hús úr þessari steypu, steypan reynist gölluð, þú veist, verktakin fyrir á hausinn, en þú veist, MAST þarf ekkert að svara fyrir það að hafa sagt að steypan væri í lagi, sko. Þú veist. Og hérna, þetta ömurlegt, einhvern veginn, þú veist, að byggja sér kerfi sem ábyrgðarlaust, einhvern veginn ógeðslega klikkað, skilur, en já, hérna erum við samt og enn sem Í opnu fangelsi og núna besti tími ársins fyrir Íslendinga, það þegar maður þiðnar undan vetri og sólin rís og maður hugsar, kannski batnar þetta í sumar. Svo gerir það aldrei. Þess vegna skrifuð. Ég áfram með svona þjóðarsála pælingar, sko. Ég hef verið að einmitt hugsa ótrúlega mikið þetta svona, þú veist, vanlíðan svo mikil en við sem einhvern veginn erum hamingjusamasta þjóðin, tökum líka langsamlega mest af einhverjum lyfjum til þess að halda okkur temmilega ánægðum og ég einhvern veginn hugsa bara hvernig verður þetta til frambúðar? Það því að sko, ég man ekki, ég held að sko einhvers konar þunglyndislyf 360% aukning á einhverjum 10 árum, bara eitthvað algjör geðveiki. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Ef fólk myndi fá sér 2 bjór eftir vinnu og borga ekki aðleiguna fyrir það og í hádeginu og geta tekið strætó heim þar sem það bara svona skamma sín ekki fyrir að hafa drukkið 2 bjóra eftir vinnu eða eitthvað svona, ég þarf að taka leigubíl því ég fyllibita eða eitthvað svona, ég skal segja þér þú myndir minnka þetta svona helming svona, ég ekki að djóka, þetta niðurstaða samfélagsins sem við erum búin að búa til. Ef þú myndir líka bara einhvern tímann hitta ókunna, sko, þú veist, bara fengir að horfa eitthvað í augun á samborgara þínum og hugsa, já, við erum að byggja upp eitthvað samfélag, sko, þú veist, það ekki þannig. Gæti að vera samt ástæðan fyrir því að þetta svona að okkur kannski líkar ekkert svakalega vel við hvort annað? Nei, það náttúrulega, þú veist, afleiðingi. Sko, bara það að lappin í lest í London og þú sérð mann sem, hann kannski eins jakka á þú, en hann að lesa, þú veist, Mein Kampf. Bara það að sjá þennan mann lesa Mein Kampf, lætuðu hugsa, en þessi maður eins og ég. Kannski hann að skrifa, þú veist, bara það að fá svona að velta vöngum yfir öðrum og verið návíð við þá, það gerir þig minna dómharða í garð annar. Ég hef lesið Mein Kampf, ég myndi samt ekki gera það einhvern veginn í strætó. Það ég á sko Mein Kampf sem með hagakrossun og skilur stórum stöðum Mein Kampf. Mamma mín tók hana úr bókasafni á Halldór Laxness áður en þetta var að safni. Hún sagði það var þess að sækja eitt og hún sótt hana. Hún sagði ekki hafa þetta í hillunni þannig. Hann fékk hana líka bara early, sko. Þetta var eitthvað early draft, sko. Þú veist, það hafi í bréfum Jón Leifs, þú veist, þá náttúrulega þú veist, þeir eru að bréf sín á milli, það bara eitthvað, Jón minn, mér líst nú ekki alveg á stemningunum Jón eitthvað, þetta nokkuð tæft. Bara þetta í gangi að það, sko. Nei, ég held við lifum á spennandi tímum, breytingar eru alltaf spennandi og og kannski mun vinstri leiðtoginn rísa upp eftir þetta menningarskeiða hægrimanna eða kannski verður þetta bara ennþá verra og ennþá meira vók og við verðum öll komin í kubla og hver maður þarf að skamma sín í 40 mínútur á meðaltali. Ármann, þú sagðist að vera spenntur fyrir framtíðinu senast þegar við tölum saman. Ertu það ennþá? Já, ég það alveg. Þú veist, svo ég sé sanngjarn, þá þú veist, ef maður má beina spjótum sínum að, þú veist, vinstrinu fyrir það einhvern veginn, þú veist. Það verið leiðileg, skilur við. Þá myndi ég, eins og ég hef verið að segja beina spjótum að hærinu fyrir því bara hvað samfélagið lélegt, sko. Fyrir mér vilja hægrimenn hafa samfélagið hræðilegt, sko. Alveg hræðilegt, sko. En þeir eru kannski aðeins skárri stað varðandi eitthvað svona skiptast á hugmyndum og tjáningafrelsi og svo framvegis, sko. Það svona mín gagnrýni þarna, sko. En já, ég alveg, þú veist, ég
bind vonir við að þetta trend í Ameríku, þetta dóstæmi skera niður opinber útgjöld svona, þetta mun byrjað, mun færast út sko. Og ég svona vona að þetta muni einhvern veginn leiða til koma sæmilega út sko. Og þetta muni einhvern veginn leiða til smá endurnýjunar án blóðs úthellinga sko. Það svona það sem ég að vona. En annars held ég að það geti allt saman enda mjög illa sko. En ég bjartsýnn. Það samt sem að stríð í Evrópu stríð í gangi fyrir bátum Miðjarðarhafs, aftökur í Afríku, Norður-Afríku og hérna svona sem við ættum að eyða meiri tíma í það að vera miður okkur yfir. Já, svona með þetta stríðsbrölt hefur allt þú veist, skoðun vinstri manna á stríði hefur líka einhvern veginn aðeins ruglað í mér sko, þú veist, aðeins hvernig getum við ekki bara vilja hætta strax að drepa og láta fólk deyja og sprengja og eitthvað svona og það alltaf, já, nú verður Úkraína að fá vopn til að eiga, við megum ekki láta hvað, þannig að enginn vilja horfast við þá staðreyndir að þegar stórveldi vilja eitthvað, þá verður bara að gera eins og þau segja upp að einhverju marki, sko. Því miður, og bara, þú veist, núna hann líka byrjað bara, ég ætla að fá Grænland, takk jæla, og þú veist, hann fæ Grænland, sko, ef hann vill. Kannski vill hann eitthvað annað, I don't know. En ég bara, mér brá allt í einu hvað svona friðasinnar eru ekkert endilega át þeir lengur sko. Eins og við töluðum mikið frið fyrir 10-12 ára síðan sko. Fyrir hrun var ógeðslega mikið friðasúlan og þetta dót sko. Ég veit ekki sko, já. Nei, þetta hefur líka komið mér á óvart sko. Og þessi svona hugmyndum það sko, tala stórveldi sko, já, Rússland svona kjarnorkustórveldi. En, menna 150 miljónir manns. Já, en líðtölur horfa bara til mjög miklu verri vegar sko. Já. Þú hefur komið til Rússlands? Nei. Rússland basically tvær borgir og þær eru ekkert síðri en París, New York, þetta er Sankti Pétursborg og Moskva og millið þess þetta bara sveit, það sem bara haltir bændur ganga með þrífættum hundum og bara þú ert bara shit, hvernig hefur þessi maður í sig sko. Og það það sem fólki fannst svo merkilegt að þessar borgir hefðu orðið til úr þessu það var svona hugmynd af mér upphæðlega skilur þú veist, hvernig gengin í 19. öldina skilur þaðan byrjar ástin á kommunismannum skilur það var bara eitthvað you made it guys, eitthvað, við erum borgarleg einhvern veginn hérna en það ruggla land sko en ég meina stórveldi þeir pulluðu upp með vopn og byssur skilur þú veist og hérna og þeir eru nóg mikið stórveldi að við viljum ekki hjálpa þeim að eru leiti en að bara senda þeim vopn og byssur og það er ekki til hendur til að halda þessu byssum lengur og hérna og úr kósí herbyggjunni mínu í Skerjafirði þá er ég bara með vog og því meiri þyngd af því meiri dauði sem er á þessari vog því verður líst mér á blikuna og mér er eiginlega alveg sama hvaða línur eru dregnar í hérna þarna ef fólk er ekki að deyja. Já, þetta er ótrúlega skrítið sko, þetta snertir einhvern veginn á öllu sem við erum náttúrulega að tala sko, að hérna vinstri hægri pólunir einhvern veginn hafa svo mikið brenglast sko, núna er einmitt miklu meiri svona hægri menn að tala fyrir friði í svona flestum tilfellum sko. Sáuðu hvað veðurfræðingurinn skrifaði um daginn? Nei. Ég fekk ekki að það Haraldur, hann bara, og það svo að þegar menn gera á sig í Evrópu og fara að stríða það þá hlutverk okkar Íslendinga að velja þann sem málstæðin hefur betri og kaupa handunum vopn svo hann geti barið á hinum og þetta er svo nákvæmlega það sem mér finnst bara hvað varðum það? Við værum hinn friðelskandi þjóð í norðri sem keypti að minnstakosti plástra en ekki sverð, skilur það fannst mér ömurlegasta verk síðustu ríkisstjórnar eða hvað ríkisstjórnar sem gerir þetta Sko talandum líka samt svona viðkvæmni ég þegar þetta stríð hófst þá skrifaði ég fyrir RÚV og hef ekki verið beðinn að skrifa aftur eftir það þetta stríð í voru 2022 þá var það nýbyrjað og maður les það að Rússunum finnst þetta svona helst snúast útþenslu NATO já ok, svo fyrir maður að kynna sér útþenslu NATO og make a smá sense og hérna og svo svona fólk sem ég tók marka á og sagði að þetta snýrist augljóslega það og maður skrifum þetta og segir já, getur verið þetta snúist nú eitthvað það sem nú kannski eitthvað smá hérna vesturveldunum líka að kenna sko að þetta sé að gerast
Sko, ég hef, viðbröðin við þessu voru svo hræðileg, sko, ég fekk svona nánast líflátshótanir, sko, og það var allt frá hærinu, sko, þú veist, það bara, á þessum tíma það bara mátti ekki segja þetta, sko, þú veist, það bara mátti, þetta var bara hið illa austur var þetta mætt, sko. Og meðan var Erpur Eyvindarsson bara að pósta, þú veist, útskýringum Patriot 1 eldflaugakerfið og hvernig það að láta byggja það við hliðina á sér, sko. En það var bara... Já, ég meina, ég sagði það bara mjög snemma í þessu stríði, sko, ef að Kína væri í Mexikóflóa og bara í Mexíkó og Kanada að koma upp, sko... Langdrægum eldflaug, já. Þá væru Bandaríkin búin að eitthvað að tjá sig með þeim hætti sem að þeir gera, sko. Bílasali sagði mig daginn þegar ég var að spyrja hann út í Build Your Dreams bílinn. Hann sagði, það er bara að taka ákvörðun. Hvort viltu að Elon Musk sem í gagnin eða kemur þér? Þetta er bara það, sko. Já. Og þetta er bara það. Þetta er allt saman favoritism, einhvern veginn. Þess maður bara velja, þetta er bara Manchester United Liverpool, einhvern veginn. Hvort heldur með Úkraínu eða Rússlandi, einhvern veginn. Ég veit ekki, ég er barnalegur en ég sé bara stríð og ég vil að það hætti og ég vil ekki að Íslendingar sé að gera neitt sem þýðir það fleiri degi. Nei, ég mynd, sko, þú veist, ég hef rætt þetta áður einhvern veginn kringum svona 2008 og einhvern veginn töldum við að allir samfélagsmiðlar myndu koma til með einhvern svona frábær lýðræðisvæðing og nú voru að sjá arabíska vorið og bara Miðausturlöndin bara að fara að rísa upp úr einhverju ösku og allir eru að fara að fá einhverju svona hugmyndir. Það sem mér hefur fundist, sko, sérstaklega út af við nefndum að sína Ásturlóðum áðan og fleiri svona mál sem hafa komið upp. Einu sem samfélagsmiðlar hafa gert er einhvern veginn að við höfum miklu meira aðgengi að skoðunum annarra til þess að gera þeim steríl og einstrengisleg eins og við mögulega getum. Að bara passa upp á það að allir séu hérna á sömu skoðuninni og ef einhver kemur með einhvers konar öðruvísi hugmyndir og þetta náttúrulega sko sprakk upp í COVID, sko. Það sem bara þeir sem að væru að eitthvað gagnrýna það sem að ríkisstjórnin og stjórnvöld þríkið og allir væri að gera væri bara að þetta er bara hættulega orðræða. Þetta er bara hættulegt. COVID var svona það var svo erfitt að horfast í augu eftir það var svo erfitt að horfa á sumt fólk eftir það og bara og einhvern veginn þú veist að hafa spiluð svo margir rassinn og buxan minnið þegar fólk var eitthvað það er fólk hérna með gesti í íbúðun á móti mér ég er að vinna hér með gömlu fólk maður er bara og þá einmitt fann maður hvað Austur-Þýskaland er stutt frá manni maður. En líka satt þessi trú á þessa samskiptamiðlar einhvers svona rosalegt lýðræðistól. Ég held að þetta sé ástæðan fyrir að við þurfum að lesa miklu meira af þessu gamla dóti frá bara Forn-Grikklandi, þetta klassíska dót, að þessi fólki kom ekki til hugar að þú getur bætt samfélagið, skilur. Já. Það kom ekki til hugar, skilur. Og þú áttir, þú varst bara einhver hefðamaður í Aþenu eða eitthvað, þú áttir bara þína þræla og þú veist, þið kom aldrei til hugar að velta fyrir þér hvort einhver ætti eitthvað skilið eða ekki, skilur. Þetta voru bara eins og þeir eru. Og ég held að þetta sé, ég held að í okkar heimi að virkjum við svo oft þetta lögmál ófyrirsjáanlegra afleiðinga af því að við erum svo föst í þessari kristnu hugmynd að lífið sé alltaf að verða betra. Ég veit það. Sem líka þessi svo vegferð, að við séum alltaf að læra meira og skilja heiminn. Shit, þú veist, það er ekki það sem er í gangi. Það er ekki það sem er í gangi, sko. Og þú veist, og allir héldu að börnin þeirra væru einhvern veginn, eru þau svo opin og nett og klár og góð í næringafræði, þú veist, þetta er bara að segja reitt, svona minn er að fermast í kirkju. Það gerði ég ekki. Ég skil ekkert hvaðan þetta kemur. Ég held að hann sé einfaldlega að gera þetta, þetta er fyrir töðanir á mömmas. Og þú veist, en ungir strákar er að verða hægrisinnaðri og kristnari sem er samt, sko, út af því við erum að tala um svona þessa kristnu hugmyndafræði og hvernig hún er svo mikið kristin þetta er samt svona andsvar við þetta er bara punk sko. Já. Þetta er bara punk og þetta sýnir okkur hvernig hringekjan er maður og fólk á ekki að investa sjálfur sér svona mikið í hluti sem eru augljóslega að fara í hring. En finnst ykkur þetta ekki gaman? Mér, ég alveg tala aftur, með klassíska heiminn, sko, þau trúð alltaf á allt væri bara svona siklikal, skilur og það er bara það sem þetta er. Ég meina, sem segja þann, vinstriði búin að vera með boltan í einhverju menningastriði í 10-15 ár, sko, þetta kemur síðan bara að pönkið verður að vera ekki þar og allt inni verður pönkið að vera í jakkafötum og vera íhaldsamur og bakslæð. Já, þetta er bara, svona virkar þetta bara. Vakna 4:30 og setja vatn í andlitið þessu með gúrkum eitthvað, það er pönkið núna. Þú
þú veist, svona er alltaf að tala winter arc, þú veist, þá er veturinn eitthvað svona söguark, sko, það sem þú kemur út að massaður og ríkur undan í. Já, ég sko, hefur mitt verið því að sko, langmest vaxandi, ég búin að nefna það, þetta er annað sem ég er alltaf að nefna, stærsti svona mest vaxandi hópurinn er einmitt bara strákar á svona, ég ætla ekki að segja fermingaraldri, en svona 15 til 25 ára sem mér hefur fundið ótrúlega áhugavert að velta fyrir mér, sko, og það er miklu meira hlustun núna. Ég held að þeir séu orðnir bara 40%, þegar ég held að sko, demografían hafi verið eitthvað kringum svona 35 til 60 ára og bara, þú veist, 90%. Og núna það búið að breytast. Og það er ótrúlega fyndið út af því að nú ger ég ráð fyrir því að ég er hluti af það sem að kalla svona podcast bros. Skilur það sem að... Ekki á Halldór, við erum hluti af menningarhildi. Þið eru menningarhildi. En þú veist að mér langar til að, út af því vorum að tala hérna upphafi með sko svona listamenningu og að hérna grínistar og listamenn væru ákveðin svona ádela á hérna samfélagið, en líka að þeir væru í rauninni punkið, var alltaf svona birtingamynd punksins sem hefur alltaf breyst. Birtingamynd punksins er einhvern veginn orðnir mikið til, einhverjir podcast bros og einhverjir að vakna 4:30 til að vera sterkar undan vetrinum og eitthvað þannig. Ég held að sko, til dæmis held ég að svona ballett, óperur og symfóníur séu eitthvað svona hluti af þessu sem þú tala Þú veist, svona hinna klassísku listir séu í einhvers konar uppgangi sem væri náttúrulega svo fucking fyndið, sko. En það er líka bara, þú veist, listamenn þeir eigi ekki að þurfa alveg að aðlaga, þú veist, það er rosalega erfitt að vera listamenn sem aðlaga sig alltaf að nýjustu, þú veist, ef þú hafðir ógeðslega mikið að segja fyrir 10 árum, áttu að hafa þá jafn mikið að segja núna, skilur þú veist, getur alltaf er eðlið sem listamaður að vera alltaf hinn sveimandi rödd sem gagnrýnir það sem er í gangi núna. Þú veist, ok, maður sem ég tilbyð til dæmis, Ragnar Kjartansson, þú veist, hann er rassi prump sem syngur að sjálfstæðismenn kunni ekki að elska konur, skilur þú veist, hann er einhvern veginn, þú veist, hann er úrslega pönkaður þegar hann byrjar. Svo bara komast vinir hans til valda á Íslandi. Hann var ekki alveg impactful í þessum litla ferli sem hann gerir á Íslandi, en ég meina, þú veist, út í hinn stóra heimi var hann þú veist, kannski að gera geggjari og gagnrýnir hluti. Ég held að, þú veist, eins og þú veist, Raggi sem lítur ekki á sig sem pólitískan listamann og hefur oft sagt, ég bara gera ekki listamann að gera þetta sem kom bara gaur, bara, pólitíst, það er svo mikil áhrif á mig og ég hef eldingist og ég bara, shit, ég veit ekki hvað ég að gera þetta. Þú veist, þú veist, nýjasta verkið hans í hérna Louisiana er bara hann hræddi maðurinn sem er bara maður á sillu sem er alveg að detta, skilur, þú bara horfir á hann, bara leikari sem leikur þetta og hann er þarna allan daginn. Þú veist, það er bara að hengja hann einhver taumur, hann er bara í súttara og þú veist, þetta er ekkert pólitískt. En svo fer hann til Ísrael og fer í landamærasvæðin og hann gerir ekki nema að mála húsin sem eru þar. Og það var eina sem hann gerði. Hann vildi ekkert komment eða hafið séð þessar myndir? Nei. Fokka þær upp, sko. Þú veist, það er bara allt í hennu á miðjum landinu að byggja bara eitthvað hús sem er með, þú veist, gerfihnettum og flottum bíl fyrir utan og einhvern veginn og sem bara svona vopnaði verðir innan fyrir utan og passa þess að reyna nú ekki að ná landinu sínu aftur, skilur við. Og hann málaði þetta bara á stóðuna og svo fyndi að sjá einhvern veginn, þú veist, þeir hjóluði hann í Ísraelarnir. Bara íslensku lottari kominn, þeir bara smelled something var off, skilur við, samt fylgdi þessu ekkert. En bara það að setja þetta í ramma og trönur, fucking pólitískt, einhvern veginn, án þess að engin hörðhögg þarna, skilur við, og lifi með mér að hafa séð þessar myndir, einhvern veginn, fukkaði mér upp, en svo er hann líka bara rassi prum, svo lætur mömmu sína hrækja á sig, skilur við, þú veist, þannig að mér leiðist þegar listamenn verða eitthvað svona total pólitískir, og auðvitað kemur að listamanni illa þegar vinur hans er forsætisráðherra, skilur við, þú veist, þegar valdið er einhvern veginn við hliðina þér, þú kemmar ekki einhvern veginn, þá kannski tekur upp pásu á gagnrýninni og gerir eitthvað flippað í staðinn. Það veit ekki, ég man ekkert hvað við byrjum að tala um. Nei, ég var bara að pæla, sko, því að þú veist, hvaðan kemur punki í dag og hvort að list sé, já, nákvæmlega. Listin, einhvern veginn, sko, því ég var að tala um hennum Karl Ágúst Aðan og eitthvað þannig. Og þetta var svo góð sýning með þetta að gera, að maður sá svo augljóslega kannski, svo erfitt að sjá þetta í samtímanum, nákvæmlega svona hvar punki liggur, en punki var augljóslega, skilur, spaukstofan einhverju leyti og listamenn einhverju leyti og
eins og það er búið að vera mjög skrítið að fylgjast með því að hérna Green hefur einhvern veginn orðið hægri sinni. Dave Chappelle er hann hægri maður, Ricky Gervais er hann hægri maður. Það er alltaf hann einhvern veginn hægri menn sem samt sem áður er bara að segja, herrðu, ég er nú bara aðalega að standa á minni línu, sko, og reyna eitthvað að íta á jaðarinn, sko, þar sem ég finn hann. Já, en ég meina, þú veist, er þú veist, Dave Chappelle republikani, skilur, þetta er bara svona eitthvað það sem hann segir hefur orðið hægri sinnað og þú veist, og sérna svona í sérstaklega tilfellum með Joe Rogan, þú veist, þá heyrir alla klippurnar þar sem hann er að vera hægri sinnaður, en þegar hann segir eitthvað I'm telling you people, the Republican Party does not have the answers, things will only get worse, þú heyrir það aldrei, einhvern veginn, þú veist, hann var stærsti stuðningsmaður Bernie Sanders, einhvern veginn. Ég held að þetta sé allt meira Bronze Age dæmi núna. Við viljum bara sterka leiðtóðan, okkur drullu saman hvort hann sé til hægri eða vinstri, bara hérna sýndu okkur stríðismanninn, skilur við. Við erum hægt að trúa samfélag, við trúum bara á einstaklingin núna. Er það ekki? Hver er sterki einstaklingurinn á Íslandi? Hver er svona... Kristrún er áberandi sterk núna í því, á því stjórnmálasviði sem er núna og svona, þú veist, maður alveg, wow, hérna er komin einhver sem virðist bara lyktar ekki að gömlu bullshiti. Já, skilur, hún valdi þessi samt áhuga að vera hermenn. Já, Púlían er nú ekki góð núna, maður. Ef ég var að fara í slag núna eða að hringi einhvern sem var á þingi, shit, í hvert myndi maður hringja það, maður. Bergþór Óla. Snorra Másson. Já, mögulega, hann er örugglega með fína stungu. Ég veit ekki, sko, ég sáu þið við erum meðlega að ræða það. Sáu þið Guðmund Inga fara með ræðina á ensku? Já. Er þetta, sko, hvað er ykkar take? Er þið bara svona, þú veist, það er bara mentasnopp að vera að segja að hann eigi að vera eitthvað frábær í ensku? Nei, þegar ráðherrar koma fram fyrir hönd ríkisstjórnar, þá þeir að koma fram fyrir hönd Íslands og þeir eru jafnmiklir fulltrúar Íslands og Eurovision farar eru hverju sinni. Og til þess að, og hann hefði bara átt að tala íslensku í gegnum túlk. Og hann hefði örugglega, mér fannst þetta ekki fagmannlegt, hvernig þetta kom út og mér fannst hann fipast þarna og verða vandræðalegur og mér fannst bara eins og fólk sem er sjóaðara í stjórnmálum hefði ekki látið leyft þess að gerast. Já, bara einhverjum greiði gerði með þessu. Þú ert þarna við vorum eitthvað að vera nasti hérna og nú kvektir á kamerunum en við ætlum ekki að gera það. Ég er ekki að leitast eftir nasti, sko. Ég er meira að reyna að horfa á þetta í breiðu strókunum, sko, því að ég hef bara einhvern veginn að vera að pæla í dómgreind og ég er ekki, sko, ég peppa Kristrúnu og hefur náttúrulega gert frá áður hún komst á þing. Ég tók viðtal við hann áður hún komst á þing og ég sagði þarna er næsti leiðtogi Íslands og það var bara svo bersýnilegt að hún var miklu meira kaliber heldur en eiginlega bara flestir stjórnmálamenn sem við erum að sjá í mjög langa tíma. En ef við komum með greiningu það, geimið sem er í gangi núna er að hún og hennar hópur eru með eitthvað plan með húsnæðismarkaðin, eða ekki? Jú, þau eru með eitthvað hagfræðinga cook-up sem þau vilja pulla, sem þau eru með á heilanum að ná fram að ganga, að ná fram með einhverju stöðuleika hérna. Þau eru svo æst að þau fengum flokk fólksins með sér, þar sem sko leiðtoginn þeir eru búin að hóta skólastjóra og borgarastjóra að siga honum lögreglunni. Og einn ráður búin að segja sér, annar búin að mæta og tala bara eitthvað hrognamál, skilur fyrir framan alþjóð. Ein börn eða barni, þannig fyrir 35 árum. En veistu hvað, even so, ég held að allir séu ennþá spenntir til að sjá hvernig Kristrún, hvernig hún ætlar að púla þetta. Ég held að líka. Ég skal segja eitt, mér líður í fyrsta skipti á ævinni eins og það skiptir svona raunverulega máli hver stjórnar núna. Og það gerir það ekki bara á Íslandi, heldur bara alls staðar. Mér líður svona sem fyrsta sinn, líður eins og það hafi bara eiginlega ekki skipt máli eiginlega alla mína ævi, sko. Að bara einhvern veginn, maður er fæddur rétt fyrir hrun múrsins og það tekur bara við eitthvað svona tímabil þar sem að það er ekki einhver svona brjálar óstöðuleiki í alþjóðamálum og bara sama hver stjórnar þá er bara einhvern veginn ríkisvaldi bara Vestri er að leiðinu upp, allt er bara fjármagnað með einhverju ódýru lánsfé, þú veist, það er bara hægt að þenja allt út í hið óundarlega líku við og þess vegna skiptir einhver máli rauninni hver stjórnar og það skiptir mitt ekki máli hver stjórnar, þetta gamla slókan frá VFG. En núna líður mér eins og svona það sé svona bara algjör glundroði í loftinu, það þurfa að stíga ótrúlega varlega til jarðar að öllu leyti. Allar ákvarðanir eru stórar. Allar stórar. Já. Og mér líður svona eins og bara núna er þetta fyrsta skipti sem ég fá tilfengina Ísland, meira þess að litla Ísland,
þarf núna einhver svona virkilega snjalla ráðamenn sem skilja hvernig okkar hagsmunum best borgið og kunna þegja og vita hvernig við eigum að tala og passa upp á okkar stöðu og svona og það svona þetta fyrsta skipt á ævinni sem ég fæ þessa tilfinningu bara, vá, við þurfum núna alvöru leiðtoga, sko. Þú veist, en ég skal segja það við þessu. Já, ég nefnilega sko að reitt í þessu líka sem að allt sem við erum að tala eitt sem mér finnst og ég held að sé mjög gott og ég held að muni leysa úr læðingi jákvæð öfl sem að samt sem áður eins og þú Halldór Ármann varst komin inn á áðan með að gæti orðið líka, skilur, þetta er varhugavert líka en ég held að það verði ótrúlega mikill eldmóður sem mun koma í krafti þessa sem við erum að sjá núna í dag. Ég held að verði miklu meiri stemming fyrir stemmingunni. Ég held að verði, því við erum líka að tala svona að þú veist það sé leiðilegt og við erum ekki að hittast okkur hannig. Ég held að muni þessi eldmóður sem við erum að sjá, ég held að ef við spilum einmitt rétt úr þessu, þá verður þetta mjög gott, sko. Ég held að geti verið, ég er sammála, ég held að geti gerst, sko. En mér svona, ég veit ekki hvort þú deilur þessu Dóri, en svona þessi tilfinning fyrir því bara, þú veist að hlutinni get ekki verið svona eitthvað lélegir lengur, sko. Það er einhverju boði að hluti séu ógeðslega lélegir og það bara einhvern veginn sleppi af því að inn í end er ekki það mikið í húfi eða þú veist, það er ekki, þetta skiptir ekki öllum máli, sko, skilur við. En núna mistar mér að breyta. Ég er með smá prófmál í gangi í höfðun á mér, sko. Hafið fylgst með málum græna gímaldsins í Breiðholti. Svona með öðru augan, já. Og kona mín er arkitekt og hefur mikinn áhuga á þessu máli og ég fæ að heyra svolítið svona juice, hana. Smá svona perfect storm pæling. Þú veist, þetta byrja náttúrulega því að búseti sem er á íbúður sem eru með glugga sem snúa þessu veg. Þeir breyta skipulaginu á hæðum sínum, þeir fjölga íbúðum, íbúðunar er ekki lengur með glugga í 3 áttir, þetta er bara 2 áttir og þar að leiðandi þetta byrja þannig. Svo er þetta náttúrulega, og það er ekki arkitekt sem tegnar þessar íbúður, náttúrulega, það er teiknari. Svo er hinn-gaurinn náttúrulega bara að reyna að plata Reykjavíkurborg með afstöðumyndum á myndin sinni. Þeir sína vittlausar afstöðumyndir til að reyna að fá þetta í gegn, sko. Og þannig að þeir plata Reykjavíkurborg. Fólk vill að sé byggt meira og það vill minni afskipti frá Reykjavíkurborg. Þarna er eitthvað verið að kalla eftir því og ég skal segja ykkur að það mun enda því að það þarf meiri afskipti frá Reykjavíkurborg og örugglega sýna fram á okkur meira allt af því við sem samfélag við getum ekki sagt, við viljum bara fucking arkitektar teikni húsin en ekki tæknifræðingar alveg sem við viljum að hjartaskurðlæknar skeru upp fólk en ekki strætóbílstjórar skilur við og það er ekki til sem arkitekt í heiminum sem myndir reyna að ljúga að Reykjavíkurborg hvernig eitthvað hús liggur að því arkitektar, þeir eru bara að hugsa hvernig hús liggja saman það er konar gaur bara, ég er byggja eitt hús og þú veist, og ef ég næði platað þá var ég borga fyrir það þetta er þannig, skilur við og ég bara horfa á þetta þú veist, munum við nota þetta mál til þess að læra og bæta kerfið eða mun kerfið versna og þetta er bara einsamt mál sem ég fylgist með og ég skal veðja við ykkur, það mun versna. Það mun enginn taka það fyrir að óhæft fólk verið látið teikna hús fyrir eins lítinn pening og hægt er. Þú veist, það mun ekki tekið fyrir það og þetta verður bara meiri afskipti fyrir Reykjavíkurborg, eitthvað fegurð og staðall eða eitthvað bull eða eitthvað enn meira sem þú þarft að skila inn sem bingaraðili og það verður enn meira vesen og kerfið verður ekki betra. Það er það sem ég óttast. Og það held ég að sé að það sem ég óttast með ótrúlega mikið af hlutum. Að við séum bara, að við séum eitthvað, haha, við þurfum að bæta þetta og það sé eitthvað svona, how about við gerum þetta aðeins verra. Ég óttast það að við séum þar núna ég óttast það ég vona að eldmóðurinn sé að koma en ég óttast fúskið. Já, ég sko, það var eitt sem var pínu áhugjefni sko, sem að gerist COVID og ég reyndar talaði þetta sinni tíma sko, ég talaði að sko, efnahagslegar afleiðingar COVID og hvernig vorum að takast á það eru gigantískar sem náttúrulega gerðist. Félagslegar afleiðingar, sérstaklega ungra barna sem betur fyrir eru þau nú alltaf koma til eða hitt og heldur. Hitt er líka sérþekking verður eitthvað sem eru hort með ákveðnu horna og ég held að það sé svolítið að koma alltaf sterkt í ljós núna í breiðum strókum þar sem að allar okkar hugmyndir maður heyrir það svo mikið, þið verður bara að hlusta á sérfræðingarnir er að segja að þú verðir að vera heima þú gætir dáið hérna eða drepið einhvern annan og það er bara staðan. Og það var alltaf við tölum við sérfræðinga, við erum með sérfræðinga þessu og svo bara sérfræðinga sem að tóku við öll völd sem er núna reynda komnir inn á Alþingi. Og ég hugsa alltaf með mér sko eins og bara gagnvart bólusetningum. Hvers konar afleiðingar hefur það á bólusetningar að núna alltaf þegar við erum komið bólusetningar þá var alltaf verið þannig að það er 10 ára prófuraun á að hvernig þessar bólusetningar koma til með að virka. Það var bara sopa á þetta borðinu, eitthvað sem við ræddum vola lítið
Og ég hugsa alltaf með mér bara, ok, ef þessar bólusetningar virka ekki nákvæmlega eins og þið eru að tala að þá eru þið búin að gera bólusetningum á heimsvísu mikinn óleik. Vantraust hell of a thing Já, og það rýfur samfélaga innan sko. Sem eykst svo mikið og er búið að auka svo mikið og þetta ekki eins og þú tala arkitektúrin. Þetta ákveðið bara svona vibe sem komið inn í Ísland eða bara inn í menningu bara vestræna þjóða það, bara sérþekking sé bara svona sko í besta falli eitthvað sem við eigum svona helst ekkert að vera að hlusta á. En í rauninni líka á ótrúlega mörgum sviðum bara eitthvað sem við eigum bara alls ekki að vera að hlusta á þetta þegar bara svíkja þig. Svo mér fannst grímumálið hafa hvað vest áhrif á fólk. Frábært dæmi líka, já. Af því það eru læknar og vísindamenn í fjölskyldum. Skilur. Það eru bara gaurar sem eru bara með doktorspróf og eru bara mjög klárir og þú hefur kannski bara leitað til með hvað sé rétt í einhverjum ákveðnum málaflokki alla þín ævi. Og þessi menn voru bara gríma skiptir ekki máli, veran of lítil. Og svo varstu með annan í sjónvarpinu sem var að segja, nei þið verða að vera með grímur. Og svo varstu með interneti að segja bara, guys, þú veist, annarkoð trú á vísindinni ekki, Og svo allt í einu varstu bara komið Þóróla að segja bara eitthvað, já, ég veit að vísindin segja okkur þetta virka ekki, en við ætlum bara samt að gera þetta. Og þá varstu bara byrjaður í ykkur svona ljóða kjaftaði, skilur. Þá var þetta bara eitthvað, en á ég verið með hatt líka, eða kannski sólgleru, eitthvað svona, og ég held að svona lítið dæmi, þetta hafði ömurleg áhrif á trú fólks á sérfræðinga, bara þannig. Algjörlega. Þessi þáttur gæti, þetta ófyrirsíðar afleiðingar. Já, ég veit ekki, við erum búin að snerta svo mörgu, það verður ómögulegt að finna nafn á þetta, sko. En ég, eins og segi, mér varst það Ég held að íslenska opna fangilsi sé nú ekkert Nei, það var eiginlega það var að fyrsta Ísland eru opið fangelsi, sko. Það er það, sko. Já. Ljúkum þessu, bara lokaspurning til eitthvað begja. Byrjaðu að fá þitt take, Halldór Armand, þú sagðir þetta ekki. Leikhúsið að koma á gapastokkin. Er það þitt mat? Það Dóri D.N. að sagði það núna rétt aðan. Hvað þið sögðu að þetta væri, já, dauðadæmt. Af hverju er leikhúsið dauðadæmt? Sko, ég veit ekki hvort það er dauðadæmt. Ég bara hef heyrt að það sé bara einstæðar með bara bóksala hríðfellur og ég hef heyrt að það sé sama með aðsókn í leikhús og COVID hafi svo sannlega ekki hjálpað þar heldur. Og hann að ég veit ekki það, sko. En Dóri veit þetta miklu betur en ég, svona mínar heimildir úr leikhúsheiminum eru að þetta sé svolítið að sama þar, það sé óslega erfitt að brjóta upp hluti og svona bara út af einhverjum svona rekstralegum forsendum. Já, meina, ég verður örugglega hataði fyrir þetta, en ég meina... Er það að tala Tjarnabjó? Please tala Tjarnabjó. Nei, og það er sorgleg saga þar, sko. Já, ég veit það. Sko, segjum sem svo, að það kæmi leikhússtjóri, sem myndi hafa þær hugmyndir, að það yrði ekki fastur leikhópur við leikhúsið og það yrði ekki fastir leikstjórar við leikhúsið og það yrði ekki fast tónlistafólk við leikhúsið heldur, hann myndi taka budgetið og hann myndi auglýsa eftir pitchum frá pródúsentum sem eru til í leikhúsi allan heim en eru bara til eiginlega til dæmis svo Murmur eru sjálfstæði pródúsentar sem eru alltaf að setja upp velhefnaða sýningar hér og þar í bænunum Þannig myndi framleiðandi sýningarinnar finna rétta leikara í hana sem hann hefur trú að ég myndi gera þetta geggja. Og þannig ég bara að tala um svona, leikhús fyrir pöpulinn, svona stórt leikhús. Hann myndi finna tónlistamann sem hann heldur þessi geggjaður, en allt myndi hann gera þegar hann haldi þessu innan budgeti og hann myndi skipuleggja æfingarnar svona. Ég veit ekki, þetta myndi sprengja upp hvernig leikhús er núna og mögulega skila sér í sýningum sem hefur meira erindi til áhorfenda. En vandinn við leikhúsið er sá að við erum farin að hugsa það í söngleikjum, stórum sýningum, í löddum, bubbum, þetta, leikhúsið sem á að geta gefa þér svör strax einhvern veginn. Það sjá einhvern á sviði, nándin í því er óviðjafnanleg. Þetta er allt, þetta er farið að vera ofkostnaðar sem vel til að ræsa til þess að geta í raun og veru verið eitthvað annað en skrautsýning eða skrautsýning eða þakklætissýning eða sögusýning en þetta, ég ætla bara að minna á því Borgarleikhúsinu, beint eftir hrun og komið 2 sýningar, þú ert hér og góður Íslendingar sem voru byggðar á bara, sem þeir gerðu svona á fundnum textum á Facebook bara, það eru minningar mínar úr hruninu, þessar 2 sýningar, skilur, það er bara, og
en ég heyri það bara líka að fólk sagt bara, hei, getum við leikhúsfólk farið að hittast og byrja bara með svona soirée, það sem þú ert bara með lítið atriði í 3 mínútur og svo tekur næstu við og engi fæ neitt greitt. Því að við erum bara komin svo fjarri þessu live action á sviði, performance, einhvern veginn, hreyfðu við mér, þú veist, leikhús á ekki að þurfa, það er gaman, ljós, reykvél, tónlist, þetta, leikstjóra, danshóp, þú átt ekki að þurfa að ræsa 60 milljón króna vél til þess að hreyfa við þér. Ég ætti þannig að ég geta bara gert það í kvöld fyrir engan pening. Ef ég er bara með texta og orku og við þurfum einhvern veginn, að setja þessu og ég held að Tjarnarbíó muni spila það hlutverk einhvern veginn, sem einhver sem hefur ekki leikhóp og getur gert þetta. Þeir eru að hleypa inn framleiðendum með sýningar og þeir koma og keyra þær áfram og þeir taka bergeppa sem keyrir 25 sýningar, skilur og svona og ég held að leikhúsi líkið því miður, að því þetta er náttúrulega atvinnur ekki vina minna sem ég er að tala um hérna, þú veist, að fá að vera í leikhóp hjá atvinnuleikhúsi en ég held að þetta sé samt kerfi sem ég alveg skoða og ég held að kerfi sem ég stinga upp væri feit. Það eru mörg kerfi sem þarf að skoða og nú er bara þið sem eru að hlusta að fara og ryðja þessu úr vör. Halldór Ármann, Dóri Díana, takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Yes sir.